er bara spjallum allt. Erum við komin í gang? Já. Já, ok. Sæll og blessaði, Davíð. Þetta er sæll. Herru, við erum að taka upp fyrsta þáttinn, hvað sagður, síðan? Í mars. Mars. Bölvi leti í okkur hérna. Velkomin komið. Takk fyrir. Herru, við vorum að enda að tala rafmagnsbíluna og kosti og galla sem fylgja því. Nú kannski byrja á því bara. Já. Það er eins og ég var að segja, sko, það eru lætin sem fylgja bensínbílunum, þau munu allavega að minnka. Það þegar að bensínvélin sem er knúin áfram með þessu látum, það verður plús að hafa það ekki á göttunni, þótt maður heyri nú alltaf í hjólunum, sérstaklega nagladekjunum. Jú. En við vorum að tala um, sko, að þá kemur þetta rafsegulsvið þarna sem fylgir þessu bílum. Og við erum nú alveg umvafin í þessu allan daginn, þótt að allir séu hættir að reykja og krabbamenn, bara allir með krabbamenni, það er þriðji hver maður með krabbamenn í dag, sko. Já. En það er líka, við erum að baða okkur í Wi-Fi og alls konar geislum hérna. Öllu, sko. Já. Svo er annað með rafbíluna sem að fólk kannski gleymir að nefna, og það er klálega hvað ertu að menga mikið að búa til batteri í bíluna. Já. Það er jarðýta að grafa upp úr jörðinni, lithium og annað, taka heilu dalina og levela þá, búa til vinna þungamálma og lúxusmálma. Svo þegar fólk er rosalega fínt og flott og ætlar að kaupa sér rafmagnsbíl og ætlar að vera umhverfisvænt, þá kaupir það sér nýjan bíl. Og svo þarf að endurnýja náttúrulega þegar batterið byrjaði að vera lélegt. Og hvað verður þá bílinn? Það er eins og frændi minn, hann átti Prius. Hann er svona bílabaraskari, sko. Og það var sett á þann bíl eitthvað 800 og eitthvað 1000, sko. En batterið var bara ónýtt í honum. Og það kostaði held ég 1200.000 batterið, sko. Já, er það ekki dýrastu hluturinn á bílum? Jú, ég meina hvernig ætlar að endurnýja allan annan flóta? Þetta er út allt í Evrópu svona rafbíla svona kirkjugarðar. Það sem er bara, veit ekki hvað er að gera við þetta. Út af því að fólk kaupir sér fyrir eitthvað bara nýri bíl og sem er með nýju batteri. Og því að til dæmis Tesla-batterið kostar 3,1 milljónir nýtt. Og mikið betra að eyða bara aðeins meira og kaupa sér bara nýjan bíl. En samt sem aður, þá er þetta samt svo ný tækni að við erum auðvitað ennþá að þróa hana og bara fyrir stuttu síðan það átti enginn rafmagnsbíl. Þetta bara sprakk út, bara eins og var ekki bara 2013 fyrir það, þá átti enginn snjallsíma. Við venjumst tækninu og finnst hún einhvern veginn hafa alltaf verið. En verðum að minna okkur á það að rafmagnsbílinn, hann er nýkominn. Þetta var að springa út. Þannig að við erum bara í þessu þróunarferli og núna tóku þetta, bara tæknin aðra stefnu og þannig að við erum bara, þannig séð ef þetta er síminn þá erum við á snúningssímanum núna með rafmagnsbílana. Þannig að hvernig verður framtíðin, við vitum það ekki, þannig að við þurfum að þróa þetta. Og væntanlega í framtíðinni verða þær miljónsinnum betri en núna. Batteríin verða öruggari og mun langdrægari. Þannig að við þurfum bara að fara í gegnum þetta ferli núna að vera bara með skýta rafmagnsbíla sem er ekki hægt að endurnýja eins og við. Já, ég held það. Það er alveg séns á því, sko. Þú tökum til dæmis dæmi með, sko, hvað er gott að nota rafmagn, hvað það er öflugur orkugjafi. Og mengun á móti. Skemmtiferðaskipin sem koma til landsins, þau menga meira heldur en allur bílaflóti Íslands. Já. Og þau verða að ganga á sko ljósavélunum sínum þegar þau eru uppi bryggju hér, út af því að það er ekki nógu stór raftengi fyrir landramagn, fyrir þau. Já. Sem er svolítið svona furðulegt, sko, því að við eigum að eiga bara nógu rafmagni, sko. Þá þarf að leggja háspennu kapla, sko, spes sem eru dediketaðir fyrir bryggjurnar, fyrir risaskipin. Já. Og þau verða að púst út sko, ef maður kíkir á mengunar síðuna hjá Veðurstofunni, þá getur þú séð mengunina
sko hvað hún hækkar rosalega á sumrin, Já. sérstaklega þegar það er logn. Þá erum við bara, ég segi ekki eins og verstu Afríkuríki, en við erum mjög illa að komin þegar kemur að mengun þar. Og það er stór partur af því eru skemmtiferðaskipin sem koma hingað. Já, hvað ætla að vera lausnin á því maður? Að banna skemmtiferðaskipið? Það er svo mikla tekjur. Það er það, þetta snýst alltaf peninga. Það er alltaf tekjur, sko. Það er Já. alltaf að vera tekjur við allt, sko. Tekur fyrir hvern. Eigendana, stóru fyrirtækin Stóru fyrirtækin. sem eiga alla vinnina í pólitíkinni, þannig að þeir banna þetta ekki. Já. Það er alltaf að tala um tekjur, eins og til dæmis tekjur í sjávarútvegi. Við tökum til dæmis rétt fyrir hrun að þá var fyrirtæki sem heitir FL Group, þegar maður skal skemmta því. Það fyrirtæki hélt svona þessari hagvaxtarkurvu sinni í jákvæðum vexti alveg frá stofnun þess. Og þegar þeir sáu það að þeir voru að fara á hausinn, þá ákváðu þeir að stofna dótturfyrirtæki. Það dótturfyrirtæki var með það eitt og sér sko að fjármagna FL Group. Þannig að þeir fengu á 3 mánaða tímabili 50 milljarði. Sko við erum að tala um þetta fyrir næstu 20 árum síðan. Já. Og þetta er svona hið svokallaða skúfu fyrirtæki, sko. Þú veist, það er enginn sem er að búa til neitt í því, það er enginn þróunarvinna, það er enginn tæknivinna, það er enginn innflutningur að sköpun, það er ekkert, það er enginn starfsmenn, það er bara maður sem er skráður á hausinn á fyrirtækinu og það er fyrirtæki, sko. Þeir fá 50 milljarðar enga síður til þess að dæla peningunum inn í FL Group, svo fer þetta fyrirtæki á hausinn. Og ég hugsaði með mér, sko, ef að sem sagt maðurinn sem er skráður fyrir fyrirtækinu, ef að hann þyrfti nú að taka ábyrgð bara að borga þessu 50 milljarði og við myndum setja þetta í samhengi eins og til dæmis bara þú ættir að borga eitthvað á mánuði og myndir borga 2 milljónir á mánuði, það er tala sem að svona venjulegu menn eins og við kannski skiljum betur, sko, 2 milljónir. Þú veist, það getur engin venjulegu maður borga 2 milljónir á mánuði, en þú veist, það er svona stretching it eins og þetta er. Hvað, ef þú myndir sleppa því að borga vexti, hvað heldur þú væri lengi að borga þetta? Mjög lengi. Þú ert 1750 ár. Það fyndið að komur inn á þetta því að núna var í fréttum fyrir ekki að grípi fyrir mér en það er núna að fara að gera bréfpeninga erfiðara að aðgengi og það er undir hatti þess út af peningaþvætti og mér finnst þetta svo fyndið. Ég er alveg algjörlega á móti þessari stefnu og því að bréfpeningur þýðir frelsi og við höfum nú rætt þetta áður inn í podcastinu að við munum hvað gerist í Kanada í COVID-inu þegar trukkabílstjórarnir voru að mótmæla á fristuður alla bankareikningana og fristu alla peningana þeirra og ekki bara nóg með það heldur þeir sem voru að styðja þessi mótmæli styðja trukkabílstjórarna eða ég lagði inn á pening inn á samtökin þá fristuður bankareikningin minn líka og þetta eru þetta bara fasismi í sinni verstu mynd það er ekkert annað bara að vera að þakka þér niður og bara, herru, ég ætla bara að sjá til þess að þú getur ekki lifa lífinu eðlilega, þú veist, getur ekki keypt í matinn einu sinni og ég tel að ríkisstjórnin er að gera þetta því að þessi peningaþvætti sem var að tala þú veist, þetta er ekki einhverjir þúsundkallar, það er ekki það sko, allir peningaþvættir og þeir fara allir fram nú þegar í svona digital formi, þú veist, og þannig að ég skil ekki alveg ástæðuna baku þetta annað heldur en að ná stjórn á almúunum. Þetta bara getur ekki verið sko annað en það. Þetta eru skelfilegi tímar sem við erum að lifa núna. Fasismiðan er svona hægt og rólega að koma inn aftur. Já, það er til dæmis eitt fyrirtæki sem að ég á reyndar eftir að fara inn í og veifa stjórnarskráni framan í á sko. Það er tóbaksbúinn Svens. Þeir taka ekki við peningum og það er skýrt í stjórnarskráni að þú getur ekki mismunna fólki eftir getu eða hvernig það greiðir ef það notar
ríkismiðilinn eða sem sagt gjaldmiðilinn í landinu sem löggildur gjaldmiðill sem þá krónan. Ef þú kemur með krónu og ætlar að borga með krónum hvort sem það klink eða í seðlum að þá verður viðkomandi fyrirtæki að geta tekið við þeim peningum ef það ætlar að bjóða fram þjónustu út af því að það má ekki mismuna þjónustu sinni til borgara landsins með einhverjum aðferðum eins og til dæmis þeir nenni ekki að fara í bankan með einhverja seðla. Það bara ekki nægilega gild afsökun út af því að það stendur í stjórnarskráni að það má ekki mismuna á þessum grundvelli. Og ég á eftir að fara þarna og ég veit ekki, bara svona til þess að prófa það sko. Já. Kaupa eina dós af þeim og rétta pening. Já. Ég veit ekki hvernig það gengur upp sko. Nei, ég meina þú veist, starfsmaðurinn segir bara við tökum ekki við peningum og þá verðum við bara að taka upp og segja bara þú veist, ok, þá verð ég bara að kæra ykkur. Já. Þú veist, og sjá síðan bara hvað gerist. Það væri gaman að sjá okkur fara alla leiðina, fá sér ramlega lögfræðing og pröfa að kæra því að ég veit að þetta samkvæmt stjórnarskránni, en þetta komið á grátt svæði eftir COVID? Var ekki eitthvað sem þeir innleiddu þá til að fólk þyrfti ekki að taka inn peninga? En það ætti nú samt að vera dottið úr gildi að því að við erum ekki í neyðar ástandi eða sóttkvíar ástandi lengur, sko. Já. Maður veit ekki með þetta, en þetta hræðileg stefna finnst mér. En við ætlum nú að tala annað. Við byrjum nú skemmtilega hérna. Þetta er gott spjall og við getum haldið áfram með þetta. En við ætlum að tala þig. Og já, svo orðið komið hvernig það eru upprisu þína. Já, ég er búin að lifa svona ekkert endilega skrautlegu lífi en svona, þú veist, það er ýmislegt búið að ganga á og kannski sérstaklega svona upp á síðkastið. Það er svona, ég get farið alveg, það er bara svona hversu mikið þú vilt að fari aftur í tímann, sko. Þá kannski ég á ekkert eitthvað slæma æsku þannig séð eða eitthvað þannig. Ég kem nú bara af svona þessu dæmigerða íslenska fólki, sko. Já. Ég er svona one of a kind deal. Ég á, móðir mín á 2 börn fyrir utan mig og pabbi á 2 börn fyrir utan mig, sko. Þannig að ég segi ég var svona one of a kind deal, sko. Það var svona, okay. Og ólst upp með móður minni og hún eignaðist mann og eignaðist 2 börn með honum, þannig að ég ólst upp með þeim systkinum. Hann deyr síðan þegar hann er rúmlega 30, hvort það var 1 árs eða eitthvað svona, 1 eða 2 úr krabbameini. Og hvað ert þú gamall þá? Þá er ég svona, 13 ára held ég. Okay. Og bróður minn, hann er 6 árum yngri en ég, þannig að hann er á 8 ára, 7 ára, eitthvað svolítið. Og systir mín, hún er sko 3 ára, þú veist, hún hefur enga minningu hann, sko. Og ég fer í skóla, þú veist, byrja mína skólagöngu í Hlíðaskóla, er þar í 3 ár, það flytjum við fjölskyldan upp í Grafarvog og það er í Grafarvogin sko þegar það var sko Foldakörfið, Hamrarnir og Húsakörfið sko. That's it. Það var Grafarvogurinn þá. Ruslahöfurinn. Já, og Ruslahöfurinn, já. Sem að maður fór ofta að brjóta rúður og kveiki í og svona það sem að venlega stráka að gera sko. Já, ég held. Og ég var þar í 9-10 þá ég var þar í 10, 11, 12 ára bekk 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ég var að 4 vetra þar ég er ekki nú þeim skóla áður en ég fer í Gaggó 8. bekk og það bara það var gaman að brjóta rúður og kveiki í og vera í slagsmálum og varst það að kveiki í skólanum og brjóta rúður þar? Já, ekki, ég var ekki að kveiki í skólanum reyndar en það var svona, það var mikið, þú veist, það var svona, ég kannski skildi ekki alveg nægilega hvaða áhrif þetta hafði á mig, sko, sem sagt að horfa á
svona það sem ég kallaði pappa minn vera rólega að deyja í 3 ár þú veist, að horfa á hann svona sko vissna upp, rólega og þetta, þú veist, maður skildi þetta ekki þú veist, og börn skilja þetta ekkert náttúrulega almennilega sko og það kannski brýst svolítið út, þú veist, þessi reiði eða eitthvað þannig sko, einhver svona óskilgreind svona neikvæð tilfinning sko svo var mikið einelti af kennara og einn góðu vinur minn hann lenti í miklu einelti af þessum sama kennara og það fór fyrir dómstóla. Hvernig lýsti það sér? Það var bara sko tala með niðrandi hætti fyrir framan allavega já og hérna taka menn fyrir og eitthvað þannig sko þú veist þetta var kannski ekki líkamlegt ofbeldi en þetta var gríðalegt andlegt ofbeldi þannig séð sko sérstaklega vinur minn lenti meiri í þessu sko og það fór fyrir réttarkerfið og það mál vannst og það er ennþá notað sem svona ákveðið viðmið í þeim skóla, Foldaskóla þannig að þetta var ekkert eitthvað sérstaklega góðu tími ég fór þaðan síðan í Hagaskóla í síðustu 3 árgangana mína 8., 9. og 10. og ég var svona svolítið svarti sauðurinn svona, þú veist, svona þekkt engan var svona öðruvísi, þú veist, eða svona ég var ekki þú veist, ég hlusta á death metal og eitthvað svona, þú veist, ég var ekkert eins og þetta lið sem var þarna, sko, þú veist, sem að á fólk á í einbýlishúsunum í Skerjafirði og svoleið, sko. Og ég byrjaði að æfa júdó á þessum tíma, sko, og þá svona fór löngunin að slást við alla svona einhvern veginn niður, sko. Þannig að það gerði mikið fyrir mig og síðan fer ég að klára þennan skóla og hérna það var ekkert einhver svona darraða dansa eins og í Foldaskóla sko, brjóta hrúður og svona, það var eiginlega bara hætti þegar ég byrjaði að æfa júdó sko, lenti einu sinni í slagsmálum sko, þú veist, og þá áttu þessi á því að það borgaði sér ekkert við mig sko, sem var í raun og veru gott sko, og síðan bjó ég þarna fluttum á þessu tímabili sko vestur í bæ og ég reyndi að fara eitthvað í skóla sko hérna iðnskólan sem hann hét þá ég entist ekki lengi þar og var í einhverju svona pizzasendill og einhverju svona þannig jobbum sko og þú veist stundum í byggingavinnu og eitthvað endaði síðan á sjónum á línubát í Vestmannaeyjum og það var svona, já, það byrjaði sjómannsferillinn minn þar sko og fór þannig séð var 1 ár í Vestmannaeyjum og svo var ég á Grindavíkurbátunum og svo var ég á netabáta, var á línubátum og netabátum og hérna það var svona hérna já, það var svona aðal hérna, eða þú veist, það var náttúrulega atvinna mín en svo er náttúrulega kannski sem að er meginatriði í þessu, ég er með alkoholisma og hérna að vera út á sjó og svo kom í land og fá kúltúr sjokkið sko og fara á fyllerí og spreða öllum penningunum sínum og allt þetta sko, þetta var svona, jú, það gekk alveg í svolítinn tíma sko. Þangað til að ég ákvað það, þegar mér var bent á það, af móður minni, að hérna, ég ætti kannski kíkja bara inn á Vog, sem ég gerði sko. Ég fór á Vog og Vík og það hafði fín áhrif á mig og ég var edrú í einhverja 10 mánuði, eitthvað svoleiðis. Ég féll ekkert við eitthvað áfall eða neitt þannig þegar ég fór bara á stefnumót með einhverju stelpu, svona blind date. Þetta var triple blind date, minnum mig.
við fórum á einhvern flottan veitingastað og þetta var eitthvað svona ægilega gaman og mér fannst rosalega góð hugmynd að fá með rauðvínsglas sko. Og þetta sko bara 2001 sko. Þú veist, ég fer í meðferð 2000. Já, hvort það var 2001 þá sem að ég sumarið sem að ég detti í það sko. Og þú veist, þegar ég rankaði við mér einhverjum mánuðum seinna, 3-4 mánuðum seinna sko, bara búin að éta með satanetöflum og allt þetta sko, þú veist, þá var ég bara einhvern veginn, þú veist, er ég virkilega að fara að vera svona alltaf? Og þá bara ákvað ég það einhvern veginn að það var 27. nóvember 2001, þá bara svona, ég er hættur, þú veist, og byrjaði bara að fara á fundi á hver minnsta degi. Og í kjölfarið af því var ég edrú í 19,5 ár. Já, ok. Þú veist, þetta er klárlega ekki leiðin til þess að vera edrú. Nei. Þetta er kallað að vera á hnefanum. Þú veist, ég var ekki að vinna sporin. Já, varstu ekki á fundum? Og... Jú, ég fór á fundi, alveg rosalega mikið á fundi. Ok. Ég var á sjónum, þú veist, og hérna, fór á fundi og eitthvað svona, og svo minnkaði rólega fundasóknin mín, sko. Já. En hérna, ég fór svona öðru hvora á fundi, sko, sérstaklega í þessum 19 ár? Já. Og þú hérna, varst alveg edrú í þessum 19 ár? Já. Og fyrir þá sem vit ekki, getur þú útskýrt á hvað er að vera á hnefunum? Nú þekkja það ekki allir. Ég upplifði sjálfa mig ekki eins og ég var á hnefunum. Nei. En eins og ég er í dag, að þá getur það verið að ég hafi verið, sko, á annars konar fyllirí. Það er, þú veist, verið í skipulagsleysi, ekki neitt skipulag í fjármálum, engar hömlur þegar kemur að því að gera eitthvað, þú veist, peningafyllirí og svoleiðis. Ég keypti mér íbúð, sko. Ég var 24, eitthvað svoleiðis, í Árbænum og þá kostaði íbúðin 8.150.000. Það gerði ekki íbúð. Kostar held í dag 30 milljónir eða eitthvað svoleiðis. 32 milljónir. Ábyrði 40 pluss því meður. 40 pluss því meður. Já, sko, síðast þegar ég gáði, þannig að það hlýtur að vera búið að hækka. Sko, þú fengir þessa íbúð aldrei, sko, þú verður að gera góð kaup eða þú myndir fá hann á 30 milljónir held ég, sko. Ég byrjaði með síðan konu, hún átti 3 börn, eða á 3 börn, fyrir utan það barn sem við eignuðust. Ég seldi þessa íbúð og við fluttum inn í leiguíbúð. Ég seldi íbúðina, sko, að ég var búinn að leigja hana út, sko. Ég flutti inn með henni, leigði hana út og þú veist, þetta var leigu, sem sagt, umhverfið var allt annað á þessum tíma, sko. Ég var að leigja íbúðin út á einhvern 50 skall eða eitthvað, sko. Þú veist, og það var bara fyrir afborgun. En náttúrulega launin lægri en hlutfallið held ég er ekki eins hátt og það er í dag. Ég seldi íbúðina síðan til þess að leiðrétta svona skuldir okkar og eitthvað svoleiðis. Við vorum í leiguíbúð í Grafarholtinu. Þá var ég á bát í Reykjavík og fór síðan á bát í Grindavík sem var svona betri tekjur á. Við keyptum okkur íbúð í Hafnarfirðinum, 5 herbergja íbúð á 21, eitthvað milljónir. 5 herbergja íbúð, sko. Ég veit ekki hvað hún kostar í dag, 60 milljónir eða eitthvað, sko. Og ég hætti á sjónum og fór að vinna fyrir jarðboranir. Það held ég 2007
2007 því fræga ári þá var ég búinn að eignast son minn, hann 2006 módel. Við erum nýbúin að kaupa íbúðina sko áður en hann fæðist sko. Kaupum hann á 2006, minni mig. Og ég fer að vinna fyrir jarðboranir og var búinn að fara einn túr á frystitogara. Svo var mér boðið, eða ég var búinn að fara eiginlega einhverja 2-3 túra. Svo fór ég að vinna hjá jarðboranum eins og ég sagði og það hringt í mig og spurt hvort ég vildi leysa af aftur sko. Ég sagði bara, ég væri til að fá fast pláss sko. Þá bara hætti ég og byrja bara á sjónum. Ég var ekkert að fíla jarðboranir almennilega sko. Það var allir að segja hvað þetta væri mikil mistök hjá mér sko. Þetta var í lok 2007 eða byrjun 2008 þá. Og það voru ekkert einhverjar rosalega tekjur á frystitogara þá sko. Nei. Voru allir að segja þetta væri vitleysa hjá mér og það væri nóg að gera á jarðborunum og svona sko. Þetta eina betri ákvörðunum sem ég tók út af því að síðan veit allir hvað gerðist 2008 sko. Setni, hlutaðin þegar ég var búinn að fara einhverja 4-5 túra eitthvað slags, eða 3-4 túra eitthvað slags. Þá kemur hrunið sko. Og þá bara horfði maður á sko launin hjá sér hækka bara á hverju minnsta degi sko. Þetta gengis dótunöllu og gjaldeyris út af þetta selt í erlendum gjaldeyri og þá hækkaði hann gríðarlega sko bara, við vorum kannski að stíma á milli veiðisvæða og maður var allt í einu með 150.000 meira í tekjur, við vorum ekki búin að veiða neitt sko. Þannig að þetta var alveg góð tími þannig sko. Svo hætti ég með þessari konu út því að það bara, svoleiðis gerist þetta bara. Það þarf ekki endilega að fara út í það en ég bara gaf henni bara íbúðina og ef ég hefði selt hana á þeim tíma þá hefði ég verið í -2 milljón. Þú veist, út af því að íbúðaverðið og allt þetta eftir hrunið það var í raun og veru svona buyers market eins og sagt er. Ok, lánið var komið svo yfir heildarverðið. Já, bara verðið á sko var ekki alveg að þú veist, þetta var bara gott að ef þú ætlaðir að kaupa þá var þetta tíminn til þess að kaupa. Það var í raun og veru eins og allir vita rétt eftir hrun sko. Algjörlega. Þú veist. Í öllum hrunum komu 9 milljórar mæringar. Já. Og það var ekkert öðruvísi þarna sko. Og þaðan flutti ég til föður minns og síðan var ég bara áfram á sjónum sko og það í raun og veru svona byrjunin á því þar sem að ég var í raun og veru fór á almennlega peningafylliríið mitt sko. Þá var ég ekki með neina ábyrgð á einu, ekki lengur með 6 manna fjölskyldu þú veist og ég einhvern veginn var ekki með neitt plan, mér var einhvern veginn alveg samum allt, mér leiði ekkert illa sko. Veist, ég hafði alveg nóg að gera þannig ég var bara á sjónum og svo hafði ég bara gaman með syni mínum að hjóla og eitthvað svona sko. Byrja síðan að leigja með vini mínum í Kópavoginum og að leigja með honum í held ég 2 ára eða eitthvað eftir ég búin að búa hjá pappa í 1 ára eða eitthvað svolítið og enda síðan á því að leigja risa einbýlishús með öðrum vinum mínum. Á þessum tíma ég komin svona svolítið inn í glæpaheiminn sko. Þá ég byrjaður með kannabisræktanir og að fikra mig svolítið áfram í því og var, þú veist, þannig séð ekkert rosalega stórtækur eða eitthvað þannig en samt alveg svona meir en meðal maður myndi ég segja og
það svona var að vinda upp á sig sko. Það var í risa einbýlishúsinu þarna með fullt af íbúðum og leigu og iðnaðarhúsnæði og annað sko, og svo var maður með menn á móti sér sko meðan maður var á sjónum sko. Og þetta var rosalega næs líf sko. Það sem að sá herra sem ég þjónaði, það var bara mammon, sko, pinningadjöfullin sem ég þjónaði sko. Og það var ekki fyrir en að þetta var svona byrjað að böstast allt, að þá kom það í svona það kom í svona mjög fljótum bylgjum, getum við sagt. Þú veist, veldið svona hrundi. Áttu við það löggan eða afskiptið að þessu? Já. Þú veist, það byrjaði að hrynja veldið mitt, sko. Og ég flytt úr þessu einbýlishúsi og enda í Kópavoginum í Lundabrekkunni. Og það var einmitt íbúð sem ég hafði tekið á leigu, einmitt gagngert til þess að vera með kannabisræktun. Það var tekið áður en að ég náði að gera einhvers konar uppskeru úr því. Þannig að ég sat í raun og veru með þá íbúð á leigu þegar ég var að þurfti að flytja úr einbýlishúsinu. Sko. Þannig að ég flutti bara í þá íbúð. Veist. Og þetta var svona svolítið svolítið svona strempið sko, þú veist, að vera að standa í þessu og ég byrja síðan með konu á þessum tíma, hún býr á Selfossi og hún talaði mig svona í það að hætta þessu sko. Og það tók svona ákveðin tíma að kúpla sig úr þessu sko. Það ekkert bara svona eins og smella fingrum sko. Maður með mikið af einhverjum umsvifum og eitthvað þannig, en þau voru búin að minnka helling og ég gerði það, kúplaði mig úr þessu. Og þetta var stormasamt samband hjá okkur, við hættum saman, byrjuðum aftur saman, þetta á tímum COVID, þegar við hættum saman og erum að byrja saman aftur og eitthvað svoleiðis. Svo hættum við aftur saman sko, þú veist, og þetta er svona ég flutti inn til hennar sko aftur frá því að ég byrjaði að leigja annars staðar. Þú veist, ég fer svolítið svona fram og tilbaka í þessu sko, en ég var í raun og veru sko byrjaður að vera bara svona andlega ekki nægilega heill. Lítandi tilbaka þá sé ég það miklu skýrar sko, þú veist, að sjá tilbaka, þú ert alltaf með 20 í sjón sko, þegar þú getur lesið fortíðina sko, maður gerir það vanalega ekki með framtíðina sko. Og ég var edrú allan þennan tíma sko. Sem þú varst að rækta? Já. Okay. Og á þessum tíma það sem að við hættum saman í seinna skiptið, þá ég komin með íbúð þar sem ég að leigja með vinni mínum sem ég bjóði með í Kópavoginum einhverjum árum áður. Hann var búinn að benda mér á að við getum sko, út af því að ég var alltaf hjá kærustunum minni, að við getum bara verið með kannabisræktun sko, á því að hann bjó í íbúðinni sem við vorum að leigja saman meðan ég var með þessari konu. Mér leist ekki nægilega vel á það, svo talaði ég við hann og sagði við hann að hann ætlaði að sjá þetta og vera með þetta, taka ábyrgð á þessu, ég væri bara svona tækni ráðgjafi hjá honum sko. Og til því að ég var í svona smá einhverju pínulitli undir heimaskuld og svona var ekki svona alveg að ná að festa mig í sessi í einhverjum launum vinnum eins og var á þeim tíma. Og hún féllst á þetta og við stóðum í því vesinni að breyta þarna einu herbergi og eitthvað svona og svo leið og þetta varð að veruleika að gera þessa kannabisræktun að þá svona gugnaði hann út úr þessu, þannig að ég stóð eiginlega uppi með þetta. Og við hættum í raun og veru saman svolítið eftir það. Svo ég í vinnu þarna, ég að vinna í verksmiðju í Garðinum. Ég missi þá vinnu
út af því að það var eitthvað svona bara tímabundin vinna á vegum vinnumálastofnunar og ég gat ekki fengið áframhaldandi vinnu bara út af því að það var sko hann var að reyna að sko spara og eitthvað svona sko og ég fekk lánaða peninga sko til þess að halda bara velli svona í restina þú veist til þess að koma þessari kannabisgeru og það átti bara, ég ætlaði að borga út það sem ég skuldaði og ég hefði verið einhverjum 100 ásköllum í sem sagt gróða, svo ætlaði ég bara að selja græjurnar sko þú veist, ég var algjörlega búin að taka þá ákvörðun og svo rétt áður en þetta var tilbúið bara einhverjum nokkrum dögum þá var bankað upp á og þá einhvern veginn þú veist, þeir klipptu þetta allt niður, ég fer upp á stöð, gef einhverja skýrslu og síðan droppa heimalökun og ég kem inn í rústirnar sko og það var á því augnabliki sem að ég féll sko, þá var ég búin að vera edrú í 19,5 ár. Ok. Þú veist, þá var ég hættu með kærustunum minni, vinur minn snýr í baki við mig, ég misti vinnuna, ég handtekinn. Þú veist, þetta er svona, þetta er nokkuð stór atriði og þú veist, það einhvern veginn hrundi bara veröldin yfir mig sko, þú veist, þetta er allt og ég var búin að taka lán sko, undirheimalán sko, til þess að sko fleita mér áfram sko. Þú veist, og lofa fram í tíman sko, gat sýnt fram á það að þetta er ekkert mál fyrir mig að borga sko, þetta er svona og svona mikið sem ég með og viðkomandi fekk að sjá þetta og allt og var þannig séð inn á neitt sko. Svona bara skítsama moment, bara fuck it all. Já, þetta var algjört skítsama moment hjá mér sko, á styrum eins og sagt er og þú veist, ég var með einhverja sveppi sem ég var að selja. Þú veist, ég var með svona 3-4 mánaða skammta sveppum sem ég át alla. Ég var með einhverja fullt af einhverjum töflum, ég át þær allar og svo fór ég út að hjóla á reiðhjóli. Og þá var ég að fara til vina minn sko, og annars vina minn sko, sem ég var einmitt hjá þegar löggan hringdi í mig sko, og ég man svo eftir því ég var að hjóla úr Hafnarfirðinum yfir í Kópavoginn og ég stoppaði þarna á Arnarnes hæðinni þarna og þá var þetta byrjað að virka sko, allt þetta rusl sem ég var búin að éta sko. Og ég sitt þarna og starri svona, þetta er að sumartíma sko og það kemur annars svona hjólagæi sko, svona spandex gæi sko og horfir á mig eitthvað, er ekki allt í lagi með þig og ég gaf hann svona þumalinn bara já, það er allt alveg frábært hjá mér og hann bara já, flott, ég held áfram sko og það gat ekki verið verra lífi hjá mér sko og ég fer til vina mín svo er þar í einhverja ég man ekki alveg hvað ég var lengi hjá honum og því ég var náttúrulega bara gjörsamlega út úr kortinu sko. Bara, ég mæli ekki með að taka svona mikið af sveppum. Ég mæli ekki með því. Þú veist, þú deyrið ekki af þessu en þú getur gert eitthvað sem að leiði til þín stöða sko. Það er alveg þannig sko. Þú getur fengið líka massífa persónubreytingar ef þú tekur svona mikið. Það er bara, það er bara að breytist eitthvað í þér. Það er aldrei talað um það. Nei, það er lítið talað um það. Þetta getur allt þetta psilocybin magn sem þú tekur inn, það getur breytt taugabóðum hjá þér og annað sko og það er margsannað, þú veist, ég veit þetta sko og ég tel mig hafa kannski sloppið þannig séð hvað það varðar ágætlega. Ég fer frá honum síðan félaga mínum þegar ég svona átta mig á því hvar ég er og annað sko aftur í rústirnar þarna í íbúðinni í Hafnarfirðinum er þar í einhver tíma og ég held ég hafi notað öll fíkniefni þú veist, eiturlyf sko sem að í boði eru í Reykjavík sko sem er freka mikið þú veist, það eina sem ég gerði ekki það var að sprauta mig sko það er það eina sem ég hef aldrei gert út af því að ég veit það alveg að það mun bara leiða til dauða fyrir mig sko þú veist, út af því að ég er ekki ábyrgur í minni vímuefnanotkun þegar hún er á sér stað sko. Já. Og þegar ég er þar í þarna þeirri íbúð og er að
prófa ýmislegt sko, þá ég komin í svo mikið dimman dal sko, ég með nægilega mikið oxycontin töflum sko til að drepa ábyggilega 1 til 2 hesta sko og ég bara grenjandi sko og einn bara ég ætlaði bara að offa mig og ég byrjaði að hugsa son minn sko og þú varst í sjálfsmorðhugleikunum. Já, ég var í raun og veru bara, þú veist, það engin, það þjónar engum tilgangi að lifa lengur. Þú veist, þetta ekkert að fara að vera betra, þetta bara að fara að vera verra, þetta bara búið að vera versna, skilur, þannig voru hugsanirnar mínar. Og ég byrjaði að hugsa son minn, sko, þú veist, hvað mun hann halda mig, sko, þú veist, hvernig verður fjölskyldan, þú veist, og það stoppaði mig, þú veist, því að hann hefur aldrei séð mig undir áhrifum sko. Og ég fór og leitaði með hjálpar á geðdeild og það var svona svolítið já þú veist ég get hlegið að því núna en ég fór og talaði við lækni og hjúkrunarfræðing, þær voru mjög indælar við mig og báðu mig að taka próf. Það var eitthvað svona, sem sagt, ég man ekki hvað þetta heitir, þetta einhver svona þunglyndispróf eða þannig og hvernig líður og ertu með sjálfsmorðshugleiðingar og eitthvað svona sko, spurningar sko og ég svaraði þessu heiðarlega, þú veist, tók einhver 2 svona próf, svaraði þessu heiðarlega, talaði við þær í 10 mínútur og þær vildu bara loka mig inni sko bara við það samme sko og ég Þetta 10 mínútur spjall sagður já, 10 mínútur spjall bara sé staðinn bara hvað ég svaraði þessu bara heiðarlega, ég hugsaði með mér ég vil bara fá hjálp já. Það það sem ég hugsaði þegar ég kom að neðin ég svaraði þessu bara heiðarlega þú veist þessu prófi eins og maður á að gera það já, sem að ég mæli með að fólk gerir ef það þarf að taka svona próf og ég talaði við þær í svona 10 mínútur korter eða eitthvað og þær vildu bara loka mig inni og ég hugsaði með mér sko, þú veist, ég ætla ekki að vera lokaður hérna inn á geðdeild sko, þú veist, upprunlega hugsunum mín var að fá einhver geðlyf sko og vinna með það sko, það var hugsunum mín og ég svona hugsaði með mér ok, ég verið að tala mig út úr því að fara hérna sko, þú veist, og ég má ekki æsa mig eða vera breytilegur skulur út af því að ég verið bara sprautaði niður. Ég náði að tala þér út í það að ég myndi taka bara einhverjar töflur sko og fara bara aftur heim og heyri í þeim í fyrramálið sko. Það væri mjög gott sko að tala við þær og eitthvað. Ég vildi gera það áfram og allt þetta sko. Ég talaði þær svolítið inn á mig, notaði minn sannfæringamátt og þær fjallust á það og létu mig fá einhverjar töflur og ég fer og kúkla töflurnar og ég gerði mig ekki að taka þessi lyf inn sko, þetta eru svona NRI-lyf eða SRI eða eitthvað þannig lyf sko sem að veru þannig Valefaxin og ég vil ekki prófa það lyf en það virkar fyrir einhverja sko Út af hverju segðu ástæðuna eða verð til sko, sem sagt, þessi lyf sem ég freka mikið á móti segjandi maður sko sem hefur prófað flest allt dóp sko að þetta eru lyf sem að gegna sama tilgangi og sko þegar þeir voru að setja pinnana og lemja þá í hausinn hérna á miðöldum sko að kljúfa í burtu ákveðin heilakvel í hausnum að þeir fram heilan já að sem sagt ef þú hugsar sko heiliðin eins og hérna gatnakerfi að þú hugsar einhverja hugsun og það að fara frá kringlunni vestur í bæ að með því að taka þetta lyf þá þarft að breyta þessu og þú þarft að taka sko sæbrautina sko þú veist, þú getur ekki tekið hina leiðina sko þú veist, þannig virkar þetta þú myndar hugsun öðruvísi þegar þú ert búin að vera á þessu lyfi en að hljómar eins og lyfið eigi að gera það já og þetta breytir algjörlega bara hver þú ert
Og það er ástæðan, þú vissir þá, þetta er ástæðan verið og vildir ekki taka leið. Þú vildi vera þú sjálfur. Já, og ég sagði bara, ég leita á aukaverkanirnar og ég sagði, þú veist, að ég hefði átt erfitt með að sofa og fikk svolítið í magan af þessu og vildi fá bara eitthvað annað lyf, sko. Og jú, ég fekk eitthvað annað lyf og ég byrjaði að taka það og kjölfarið að þessu fór ég í, virk. Það var svona já það var allt gott og blessað. Ég kallaði þetta leikskóla fyrir fullorðna. Og á þessum tíma sko, þegar ég lendi í þessu sjokki þarna með sko, að vera handtekinn og tapa öllu sko, þá er einn af aðilónum sem ég skuldaði penning svona svolítið í undirheimunum og ég byrjaði að vinna fyrir hann og það, ég vil kalla það að það sé svona byrjunin á endirunum hjá mér sko þegar hann sko hef svo sem þannig séð ekkert slæmt hann að segja annað en að ég var bara á launum við að svona leysa svona verkefni sko pakka inn og ná í og eitthvað svoleiðis koma til skila og eitthvað þannig og ég fór í einhverjar ferðir til útlanda með sem sagt peningasendingar og það gekk bara alltaf eins og í sögu sko. Ég fór út og bara business as usual og skil einhverjum penningum og svo maður bara eitthvað að hafa gaman og svo kemur maður bara heim sko. Það var eiginlega fínt þangað til að ég fór svona illa undirbúinn í eina ferð það var með litlum fyrirvara ég panta ferðin út og panta ferðin út og panta hótel og er á flugvöllinn og svo kem ég á flugvöllinn og þá er bara fullt í vélina segir hún og ég segi það já, ég meina ég er með miða og þá er ég búin að panta þetta vitlaust sko, ég er með svona smá lesblindu sko þannig að ég var að panta á sama degi þá flippaðist pöntunar formatið á appinu áfram einn mánuð okay. Þannig að ég pantaði flug eftir mánuð og ég sagði ég verð að komast út núna ég verð einhvern veginn að komast út og ég beið þarna á flugvellinum og ég fekk borga eitthvað á milli og fekk einhver aðra flugvél sko og þurfti að bíða þarna til kvölds ég var á nota ég var á lyfseðilsskyldum lyfjum, kvíðalyfjum, bensólyfjum sem heitir Alprazolam sem í raun og veru bara eins og Xanax nema bara 4 Alprazolam kannski svo 1 Xanax eða hálf eða eitthvað, ég veit ekki alveg styrkleikan á Xanaxi en allavega 4 sko og ég var að fá mér þessar töflur bara samkvæmt læknisráði en ég fekk mér meira af þeim út af því að ég var að fara í flug ég var svona pínu kvíðinn að fara í flugið og ég fer út í flugið og svef í flugvélinni og svo vaknaði ég og ég tek eina töflu og fer úr flugvélinni inn á flugstöðina og það gengur bara, það verður aldrei gengið betur hjá mér að fara út úr flugvél og satt fremst í flugvélinni og fer beint út og taskan kemur bara leið og ég fer bara og fæ mér eina kipp af bjór og eitt svona snafs eina svona litla snafsflösku og býð bara til leigubíl og fæ mér bara eitt bjór meðan ég býð til leigubíl og einn eða 2 bjóra býð hann að keyra minnir á hótel sýn honum það á appinu og símanum hvaða hótel það er og svo kem ég á
og hótelið að koma á hótelið og mér byrjaði að líða svolítið undarlega. Ég var búinn að fá með 2-3 snafsa, sko. Mér byrjaði að líða undarlega, sko. Það sem ég áttaði mig ekki á raunverulega það að drekka hún í svona lyfi bara big no-no. Drekka hún í bensólif. Þú veist, og maður á mínu sem sagt ég ekkert eitthvað klárar en aðrir en þarna svona sviðið sem að ég á allavega að hafa einhverja hugmynd hvað ég að gera, sko. Og hvað gerist maður drekkur og niða þá? Þú fer í minnisleysi. Já. Það bara eins og þú sért ofurölvið á Já, sko, ég byrjaði að finna svona skringilega á mér í leigubílaferðinni og ég hugsaði með mér, sko, þetta var albanni, sko, og ég hugsaði með mér, og ég byrjaði að fá svona paranoískar hugsanir. Hann búinn að eitra fyrir mér, hann veit af peningasendingunni, já, þetta albanni, sko, hann veit af peningasendingunni, það verið þú veist, þetta það sem ég byrjaði að hugsa. Ég meina, þú veist, það hægt að kannski hlæja að þessu, sko, en þetta raunverulega það sem gerðist og ég kem þarna út og enda þarna á hótelinu og svo kem ég á hótelið og það sagt við mig að þetta bara ekki rétt hótel og ég sýni honum miðan og þá þetta svona hótelkomplexa og þetta einhver 4-5 hótel í svona einum hnapp og ég þurfti að fara í einhverja annar lobby upp, einhverjar 3 hæðir og þú veist, og mér var byrjað að líða mjög undarlega. Ég kem hérna í lobbyið og spyr hann út í þetta og hann segir bara, þú ég ekki pantað herbyggi. Og ég bara sýn honum með hann, sko, og hann bara, nei, þú átt ekki pantað herbyggi í dag, þú veist, og eitthvað og síðan man ég bara ekkert meira. Og svo vakna ég bara daginn eftir út á götu, ekki í skóm, ekki með neitt, bara búið að breiða einhverju svona álteppi eins og í svona first aid, svona fyrstu hjálp pökkum. Lítur þetta svo brunateppi? Já, þetta var þannig teppi, búið að breiða þannig yfir mig, með dúndarandi höfuverk. Einhverju hluta vegna var ég með síman og passportið í vasanum. Og ég hugsa bara, hvað taska mín? Með peningunum. Ég var með ferðartösku, sko, og það var búið að taka faldinn úr og setja peningana í, sko. Og það náttúrulega bara logandi síminn hjá mér. Og ég skildi bara ekki hvað hafi gerst. Og þú manst ekki? Man ekki neitt, ekki neitt. Og ég er hringjandi bara í familíuna mína og segja bara, ég kem ekki tilbaka. Þú veist, ég meina, það er enginn að fara að trúa þessu. Þú veist, ég verð bara tekin að lífi. Þú veist, ég verð bara, það er bara það sem er gert. Ég verð bara tekin að lífi hérna. Það er, þú veist, ég verð bara skotin, þú veist. Það er ekkert að fara að segja þetta við einhverju mafjósa þannig, sko. Nei. Og ég fer mér í segja, sko, á og fæ mér segja lögregluna til að koma með mér inn á hótelið. Út af því að ég vissi það að ég væri bara með rétt, sko, út af því ég man það að ég fór inn á hótelið, sko, og ég kem þarna með 2 lögregluþjónar með mér inn á hótelið og ég segi, ég verð að fá töskuna minna, þið verð að taskan hlýtur að vera hérna einhvers staðar, þið eru með öryggismyndavélar þetta. Og þá er það sami náunginn og var kvöldið. Það er sérst örugglega 12 tíma vaktir þá eða eitthvað þannig, sko, þannig að hann er ennþá á vakt. Og hann segir alveg, já, ég man eftir þú var hérna og sýndi mér, sko, Snapchat upptöku, sko, hann tók myndir út úr gluggan þegar ég var einmitt að koma úr leigubílum. Þá var ég næstu búin að lenda í slagsmálum við leigubílstjórann, sko. Út af því að ég var greinilega, sko, eitthvað Albaninn sem hún komst með sig varst með rangum myndum. Já, út af því að ég var svona næstu búin að lenda í slagsmálum við hann. Og hann sýndi mig það bara á vídeo sem ég man ekkert almenn þarna var ég byrjaður aðeins svona að hafa svona eitthvað byrjað að róa til, sko, upptakan hjá mér, getur við sagt. Og ég segi, ég menna, ég kom hérna og hvar er, þú veist, dótið mitt. Og hann sagði, þú veist, ég menna, þú varst með tösku og þú varst með einhvern poka með einhverjum bjórflöskum í og eitthvað og
þú varst dettandi ég setti þetta bara hún í töskuna þú varst með svona hliðatösku þá var ég með svona litla hliðatösku þar sem ég var með passportið mitt og síman og eitthvað svona en ég var búinn að taka það upp greinilega og var með það í vasan þess vegna var ég með það í vasan að hann setti það hún í töskuna líka þú veist þessar hliðatösku og þú veist þetta meika alveg sens það sem hann var að segja ég sagði hvað en þú veist þú var eitthvað að reyna að spyrja meira og hann sagði þú veist þú varst hérna í sko meir en 2 klukkutíma að tala við mig og svo þetta alveg þvílíkt óþægilegt því man ekkert eftir því sko, ekki neitt sko og ég segi bara ég meina það hljóta að vera öryggismyndavélar hérna fyrir utan þá mega þær ekki hafa öryggismyndavélar fyrir utan lobbyið á gangstéttina á gangstéttina þannig að þetta var staðan þarna sko og það var bara einhver tekið töskuna bara þú farið út á eitthvað stóleginni já og það er ekkert endilega víst að viðkomandi hafi fundið peningana sko. þegar þau voru inn í faldinum sko. og það hefur verið algjört jackpot sko. því að þetta voru 8 á að tala sko. og ég er að útskýra þetta fyrir fóringjanum hérna og segja bara þú veist bara í rusli náttúrulega og hann segir bara þú drífuð bara með næstu vél heim og hafa tekið lán fyrir þessu undirheimalán annars væri ég á byggilegit hérna sko. Nei. Þegar ég kem tilbaka sko þá er ég náttúrulega skipaði mig bara farin á Vog þú veist og ég gerði það sko Sá sem var hérna sem þú varst að vinna fyrir já ok þú veist sem er náttúrulega bara gott mál sko þú verður heppin að enda þannig en ekki öðruvísi já, hann í raun og veru bjargað mér þannig en á mótið kemur og þá er þetta þá peningur sem ég skulda sko okay. og þau gera þá væntanlega eitthvað samning þú ferði meðferð og síðan borgaru þennan pening já á að gera það já og ég fór með hugafarið þá að fara í svona það sem er bara oft kallað back to basics að fara bara að rækta kannabis ég var búinn að gera það í fjölda ára og það er bara þú veist bara brauðið og smjörið í því sem ég hef verið í undirheimunum sko að hérna þetta átti að geta verið eitthvað stórmál þú veist þegar maður er byrjaður í því og þú veist fjármagnið fer bara í þetta skilur maður er ekkert að gamla með einhvern pening eða leika sér eða eitthvað sko þá er þetta alveg hægt að greiða þetta niður bara léttilega á einu ári sko og ég tók svolítið tíma í það að finna einhver stað fyrir þetta og það gekk mjög illa það er erfitt að fá leiguhúsnæði þú veist og ég fór og skoðaði eitt stað ég setti mér sér upp á einu stað og það var ákveðin tímarammi sem ég þurfti að vinna með og það, þú veist, gekk síðan ekki ég var búinn að eyða peningum í það þannig að ég þurfti að hætta við það svo var ég búinn að finna stað til þess að gera þetta út á landi sem var svona bara, ég taldi allavega að það væri hægt að gera þetta og á þessum þeim tímapunkti þá var ég í raun og veru hættur í þessum glæpa hóp ef það er hægt að kalla það þannig sko. Svo er ég fenginn til þess að fara í smíkferð og ég var búinn að segja við hann þegar ég byrjaði að vinna hjá honum að ég myndi ekki gera slíkt og hann spyr mig að þú veist er svona press á mig að fara í þetta og ég segi við hann að ég treysti mig bara ekki að fara í þetta þú veist að ég ætlaði bara frekar að fara í kannabisframleiðsluna og hann sagði þú veist ok, ef þú getur farið með einhverjum öðrum og séð hversu einfalt þetta er sko þú veist ég sagði við hann að
ég get ekki tekið neina ábyrgð á þessu. Bara ef ég að fara með einhverjum öðrum þá ég bara að fara og vera áhrændi sko. Og hann segir það, já, þú getur gert það. Þú tekur enga ábyrgð á þessu. En það færðu ekkert borgað fyrir þessa ferð. Og hugmyndin hans var sko að ég myndi sjá hvernig það á sér stað Já. og fara þá hugsanlega í einhverjar svona ferðir í framtíðinni. Ég var með hugafarið sko að ég myndi fara í þetta bara svona til þess að sýna einhvern lit sko út af því að það var búið að líða svolítið langur tími þarna. Þetta maður sem skulda pening. Já. Þetta er búið að líða svolítið langur tími frá því að klúðrið mitt gerðist sko. Og ekkert búið að koma inn í kassan. Ég fer út þarna með öðrum manni og við förum til þarna Spánar og tökum við einhverju og förum þaðan frá Spáni til Frakklands, frá Frakklandi til Þýskalands, frá Þýskalandi með skipi. Og sko þegar við erum að fara í gegnum fyrsta tollinn, sko, það er tollað náttúrulega, þóttu sért að fara með lest. Og þá er hann að biðja mig að halda á þessu, sko, og ég segi bara við hann, sko, þennan mann sem ég fór með, ég segi bara við hann, ég minna, þú ert að fara í gegnum tollana, kallið minn. Þetta er þitt sjó, sko. Þú veist, og hann segi við mig, ég minna, fullvissaði mig það að það væri ekki tækt að sjá þetta í gegnumlýsingu sko, það verið þannig frágangur á þessu. Ég segi, já það er alltaf í lagi, skilur, en þú ert að fá borgað, ekki ég. Og hann var svona svolítið undrandi sko, með það. Hann var hélt greinilega að við værum á svona svokallum 50-50 díl. Ég veit ekki hvort að hann vissi það eða ekki sko, eða hélt það, eða hvernig svo sem það var, en ég sagði bara við hann að þú fer bara gegnum tollana. Þú veist því ég er búin að semja þetta sko. Og hann bara ok, hann fer gegnum tollana og þetta sést ekkert í þessu myndavölum. Ég sá það meira sér sko, sá á skáin hjá þeim sko, þannig að þetta sést ekkert. Við förum gegnum hann að þessa tolla og í skipið og förum bara á skipinu hérna hingað heim. Og svo komum við hingað og þá er lögreglan og tollgæslan á bryggjunni, komið í Sundarhöfn. Og hann er búinn að lenda í handtöku sko út af vörslu vímuefna sjálfur sko. Þannig að hann er svona með rautt flagg á sér og er svona tvístígandi og gefur með þá hugmynd að hann muni fara bara frá borði, sjá hvort hann sé tekinn og eitthvað, koma síðan aftur. Þú veist, þetta er náttúrulega skemmtiferðaskip, það er bara stopp hérna og þú getur farið frá borði og bara gullna hringin og allt þetta sko, þú veist, og komið bara aftur borð þegar þú vilt sko, bara með kort, aðgangskort. Er það Íslendingur eða útlendingur? Sem var með mér, Já. þetta var Íslendingur. Ok. Hann fer og viti menn löggan og tollurinn tekur hann og rífur allt í spað hjá honum og eitthvað svona og slepp honum síðan bara, og því að hann er náttúrulega ekki með neitt. Hann fer og ætlaði að koma aftur og svo er hann búinn að logga sig út úr skipinu sko. Þannig að hann er búinn að ljúka sinni ferð. Þannig að ég sit milli steins og sleggju með þetta og ég sting upp á því að henda þessu sjóinn, kafa bara eftir þessu, þú veist, með köfunarbúnaði, þú veist, og það var ekki fallist á það og ég hugsaði með mér sko, þú veist, ég fór bara frá borði, skildi dótið eftir í skipinu, og prófaði bara að labba frá borði og fá mér hamborgara og koma tilbaka sko. Já, það ekkert sko, þegar ég er að koma aftur frá sjoppunni, það sem ég fekk mér hamborgara, þá var löggan og tollurinn farinn. Ég fer borð og er þarna og í
ég veit ekki, klukkutími viðbót og svo svona segi ég bara við hann og hann náttúrulega hringjandi og alveg á fullu, þú veist, gæinn og eitthvað svona, þú veist, og á endanum tek ég þá ákvörðun bara, ok, ég skal bara fara með þetta. Þú veist, ég náttúrulega með það hugafarið, þú veist, ég ekki að taka neina ábyrgð á þessu, ég fæ ekkert fyrir þetta en ég ætla að gera honum allavega þannig greiða. Þú veist, ég meina, hann búinn að gera mér greiða líka, þú veist. Svo labba ég bara og ég labba bara beint í gegn og ekkert, þú veist, það eru bara einhverju svona Securitas öryggisverðir þarna eða eitthvað og bara, og ég sýni þeim passport, já, þetta er Íslendingur, já, ok, bara í gegn, þú veist. Ég býð þarna í strætóskýlunni sem aðeins fyrir ofan og það kemur maður ná í mig. Hann nær í mig og skutla mér, hann að fara eitthvert austur eftir og skutla mér í leiðinni til bróður minns, ég ætlaði að fara á AA-fund, sko, með honum, þá bróður minn nýfarinn, ég að labba bara frá honum og að koma að Langholtsveg, hérna, gatnamótunum, þar sem að hann, hérna, Hósearsson var með skiltin alltaf í gamla daga, á þeim gatnamótum, að tala við vinn minn í síman, annan vinn minn, sem ég ætlaði að fara bara að borða með. Ég lít til hliðar þegar þessi bíl kom á fleygiferð og þar hlaupa 2 sérfræðitamenn út og tækla mig, sko. Og þá vissi ég það alveg að þetta væri bara búið spil, sko. Ég náttúrulega handtekinn inn og þeir eru að reyna að fá mig til þess að segja eitthvað og ég segi bara, ég ekkert að segja við ykkur, ég ætla bara að fá lögfræðingi minn. Svo fer ég inn á Hverfisgötu og ég ekki lengi þar áður en að það byrja bara að mokast liðinn, sko. Og ég þekki raddirnar, eitthvað af þeim, kannast við eitthvað af þeim. Ég hugsaði með mér, já, þetta er ekkert eitthvað svona, þetta var ekki planað í dag. Bara hóphandtaka sem búið að fylgjast þá bara með hópnum. Já. Það var búið að fylgjast með mikið lengur en ég áttaði mig á, sko. Já. Ég þarna inni og hérna löggan kemur inn í klefa til mín og kemur með síman sinn og sýnir mér einhverja mynd, ég sendi mynd svona í djóki, gömul mynd sem ég átti af einu svona kókaínkubb sem að ég sendi, sko, þú veist, á eina mannesku í hópnum. Bara svona, þú veist, út af því að það var svona ákveðin stimpill, sko, þetta var svona Svampur Sveinsson, svona glæpamanna útgáfan, þú veist, svona fyndin mynd þannig séð, sko. Stimplaður á kubbin. Já, þetta er svona akkurat einn kubbur, sko. Já. Og hérna, þá sýnir hann með þessa mynd og segir, geturðu sagt mig hvað þetta niður komið, það getur haft áhrif á dómiðinn. Og ég sagði, þetta bara eitthvað gömul mynd, sko, sem ég sendi, þetta ekkert neitt. Og ég sýndi fram á það, sko, að þetta var bara mynd í símanum mínum. Og ég náttúrulega vissi að á þessu augnabliki þá náttúrulega búið að vera að hlera síma minn. Og ef það búið að vera að hlera síma minn, ég sem var hættur í glæpum, hættur að selja, hættur að sýslast eitthvað, ekkert að gera neitt af mér þannig séð. Ef það voru að hlera mig, þá það að hlera alla hina. Sko, það algjörlega á hreinu, sem var náttúrulega rétt. Svo kemur lögfræðingurinn til mín og ég segi bara allt frá A til Ö, alveg í mikilli nákvæmni og ég var búinn að vera náttúrulega fullu hausnum mér þarna inn í þessum klefa, vitandi hverju var að koma þarna inn og annað, þeir voru að handtaka alla. Og hann segir við mig, sko, ég meina, ok, þú nefnir það að þú takir ekki ábyrgð á þessu. Ég segi, já, það var samið það. Ég fæ ekkert borga fyrir þetta. Það var samið það. Þannig að ég játaði mitt brot og sagði bara af hverju ég væri þarna. Ég hafi farið í þessari ferð með öðrum aðila. Sagði bara satt og rétt frá. Sem alveg big no-no í þessum heimi. Svo ég fluttur yfir á Hólmsheiði.
þar er ég settur í einangrun, þar kemur lögreglumaður, talar við mig eða yfirheyrir mig, spyr mig einhver nöfn í símanum hjá mér, ég svara því og svo þetta bara stutt yfirheyrsla, fer rólega, aftur yfir þessa ferð og annað. Svo þegar hann slekkur á upptökunni þá sagði hann við mig, það er ekkert sem þú ert að segja sem við vissum ekki nú þegar. Svo er ég bara þarna, í gæsluvarðhaldi í 176 daga. Og undanfarin af þessu er þegar þeir fara til Brasilíu. Löngu áður. Mörgum mánuðum áður. Það sem að var frekar þjóðþekktur Íslendingur búsettur í Brasilíu. Við sleppum að segja nöfn samt. Já, ég segi ekki neinn nöfn. En ég held að allir sem vita eitthvað smá vita hvernig við erum að tala. Já. Og þeir koma þarna út og þá ganga þeir inn í staðstu lögreglurannsókn í brasilísku sögunni, Ég sagði þegar þeir komum tilbaka, þegar þetta kom í heimsfréttirnar, ég sagði bara, þetta er bara red alert fyrir okkur, þeir eru að fara að fylgjast með okkur núna. Og það var ekki hlustað á það. Einhverjum mánuðum seinna eru geymslurnar teknar á einhverjum 2 eða 3 stöðum. Og ég sagði, þá sagði ég, þetta er bara, þeir eru ekki hættir, það er verið að fylgjast með öllu, þau hlýtur að sjá það, Og ég hætti á þessum tíma, á þeim tíma, Og það var ekkert hlustað á þetta sem ég var að nefna. Þetta var fyrir ferðina? Já, löngu fyrir ferðina, Já. Út af því að ég var hættur þessu þarna, Og það kemur náttúrulega í þessu máli bara eins og ég sé náttúrulega bara aðal skúrkurinn í þessu máli og því ég náttúrulega játa mitt brot, segi satt og rétt frá. En ég þurfti að taka þessa ákvörðun út frá því prinsipi að það var samið það við mig að ég tæki ekki ábyrgð. Og launin sem ég fekk voru að setja inn í fangelsi. Það voru launin mín. Og ég skulda ennþá þessa peninga sem að ég ætlaði að fara að gera einhverja glæpi til að gera sem að ég efast eins og staðan mín í dag sé að fara að verða þannig út af því að það urðu ákveðnar breytingar á mér þegar ég satt inn í fangelsi. Ég var inn í þessu gæsluvarðhaldi í 176 daga pluss einangrun. Hversu lengi í einangrun? Ég held ég hafi verið samanlagt undir 10 daga. 8-9 daga eða eitthvað. Það er slæmt, Já, það var það minnsta fyrir mig, Já, kannski. Þú veist, ég var bara inn á Hólmsheiði einangrun þar, ekki inn í Hverfisgötu. Nei. En á Hverfisgötu í 10 daga, það er alveg bara, þú veist. Það er bara steinklefi og plastína. Já, ískaldur plastklefi, Þú veist, ég meina, það er ekkert, þú verður bara geðveikur. Hvernig er Hólmsheiðin, hver er munurinn? Þú ert með náttúrulega betra rúm, sæng, þú ert með tímarit, bækur, þú ert með DFD spilara, var DFD. Okay. Þú ert með sturtu og klósett. Þú færð morgumat, þú færð hádegismat, þú færð kaffi, þú færð kvöldmat, þú færð kvöldkaffi. Og ég var spurður þegar ég var búinn að vera þarna í einhverja 2 daga hvort ég hefði eitthvað slæmt andlega eða hvort ég væri eitthvað svona, þú veist, og ég sagði ég bý í 4 sinnum minna herbergi en þetta. Hérna fæ ég 5 sinnum á sólarhring komið með mat til mín og það er skaffað tóbak fyrir mig og ég fæ að horfa á DFD myndir og slaka á. Þið getið haft mig hérna bara eins og lengi og þið viljið, sagði ég.
Ok, höldum áfram. Þú ert síðan... Síðan er ég í þessu gæsluvaraldi og hérna það er dæmt í málinu og ég fæ 22 mánuði. Og það er svolítið minna heldur en hinnir voru að fá. Það voru allir að fá held ég 3 ár, 5 ár, 7 ár. Og ástæðan náttúrulega fyrir því er ég segi satt og rétt frá. Yfirmaður fangelsismálastofnunar sagði að ef að ég myndi fá 24 mánuði eða minna, þá uppfyllti ég öll skilyrði til þess að taka minn dóm út í samfélagsþjónustu. Svo fæ ég bara eitthvað afplánunarblað og ég segi ég á að fara í samfélagsþjónustu og þá var bara sagt já, þú þarft bara að sækja um það. Út af því að ég var inn í fangelsinu þegar dómurinn kom, þá þarf ég að halda áfram að afplána dóminn inn í fangelsinu. Þannig að afplánunar möguleikarnir mínir, eða möguleikar þeirra sem að fá fangelsisvist, þeir eru skorðaðir af því hvort þeir eru inn í fangelsinu þegar dómurinn er kveðinn upp, sem er svolítið svona furðulegt, finnst mér. Já. Á sama tíma og ég satt þarna inni, þá voru nauðgunagengi í fréttunum og það var ekki hægt að setja þá í fangelsi út af því að öll pláss voru full á sama tíma og ég gat gert þetta í samfélagsþjónustu. Ég hef ekki ofbeldisglæpi. Þú veist, ég er ekki það sem er kallað menace to society þannig séð sko. Þú veist þótt að ég hef verið með þessi vímuefnasölu og annað sko. Þá er ég ekki brjótast inn að ræna hraðbanka eða eitthvað svoleiðis eða ráðast á fólk. Þannig að það er svona svolítið punktur sem að ég vildi koma inn á en ég var búinn að reyna þarna, ég fór inn á vernd, ég sótt það, fór inn á vernd og ég var búinn að vinna, ég hugsaði með mér, ég ætla að vinna í sjálfum mér og ég ætla að reyna að snúa blaðinu við. Ég fekk svona meðbyr og það var verið að vinna með mér. Það voru sálfræðingar, það var geðteymið, þetta fræga geðteymi, félagsráðgjafi, allt þetta að vinna með mér. Og stefnan var að ég myndi fara í eitthvað áformhaldandi prógram þegar ég færi út í sagt, á vernd eða ökklaband eða hvað svo sem hvað myndi taka við. Svo fer ég á vernd og ég kem inn á vernd og það er einhverja reglur sem þú ert að uppfylla þar og hérna ég sem sagt segi við þá að ég er að fara í prógram og þeir bara já, ok og þú þarft að fara og vera í sem sagt fatasöfnun Rauðakrossins þangað til sem er í raun og veru samfélagsþjónusta. Þannig að ég var að afplána ávernd og samfélagsþjónustu 6 klukkutíma á dag, 5 daga vikunar sem er frekar mikið. Vinna sem að ég vil ekki vera í, fæ ekkert borga fyrir, fæ ekki mat í og ef ég sinni ekki að þá fæ ég refsingu. Sem er í raun og veru skilgreining á þrælkunarvinnu í mínum huga. Og fleirum ábyggilega. En það voru sem sagt skilyrði til þess að vera inn á vernd, það er að vera í þessu jobbi sem þú fær ekkert fyrir. Vera í einhvers konar prógrami, þá grettistak, virk, einhverjum þannig úrræðum eða í vinnu sem ég var ekki nægilega heill til þess að byrja að vera í. Ég fer og tala við félagsráðgjafa og reyna að tala við þetta geðheilbrigðisteymi og þetta er svo skrítin upplifun hjá mér út af því að mér leið eins og ég væri í svona science fiction þætti, sko, svona vísindaskáldskaps þætti. Það sem að ég er inn í einhverjum raunveruleika og ég kem út úr þeim raunveruleika inn á vernd. Það er annar raunveruleiki, annar heimur og enginn veit neitt af því sem að við erum búin að vera að vinna að í marga mánuði til að undirbúa mig til þess að komast að. Enginn kannast við neitt, ekkert. Enginn aðstóð, ekkert. Og ég var að berjast við þetta í 2 mánuði inn á vernd
þangað til ég gafst upp datt í það, ég alkoholisti ég sendur í lífjapróf fell á því og það bara beint inn á Hólmsheiði aftur Þú stóð aðeins þarna með vendina sem sagt áður út eftir í það varstu búin að reyna að leitast eftir einhverju hjálp þarna Já. og það bara ekkert í boði fyrir fanga sem bara vend, það engin sálfræðastoð eða neitt svoleið sem þú hefur aðgengi að ég virtist ekki fá þá aðstóð sem að það var lagt upp með meðan ég satt inni út af því að ég var klárlega búin að segja hvað ég vildi gera ég fekk sko gullstimpil inn og 5 stjörnu review á allt sem ég var að segja út af því að ég vildi bæta mitt líf og breyta til og bara segja skilið við glæpi og hvað viðmótið og það var bara allt gott og blessað meðan ég var inn á Hólmsheiði en svo leiði ég kem út á vendina já þá var bara eins og enginn kannaðist við neitt það var bara eins og ég væri bara ekkert það hræðilegt það eitthvað sem þarf að setja á laggirnar og hugsa betur fanga sem vilja betur bæta sjálfan sig og það þarf auðvitað að setja þegar þeir koma aftur út í samfélagið að þarf að hafa það þetta hljóma kannski ránt fyrir aðla sem eru svona utan og komið og hugsa ekki alveg til lengdar hvað þetta betra að vera samfélagi það að eyða smá meiri pening í það að endurbæta fangana og það ekki bara inn á fangelsveginn það líka eftir að koma út þannig að ræðilega leðilegt að þeir hafa ekki geta sett í eitthvað almennt stíft prógram þegar þú varst að leitast eftir í að en fyrir ekki halda fram í söguna þetta góð punktur hjá þér út af því að þetta virðist vera svolítið mikið atriði sko þú veist, sérstaklega þegar ég er búin að upplifa þetta að sitja inni sem ekkert sérstaklega spennandi að sko, þú sér það alveg sko, það eru 3 típur af fólki sem eru þarna inni það eru atvinnuglæpamenn sem eru bara að fara að halda áfram að vera í glæpum það eru veikir einstaklingar og þá er ég að tala og sko veikir þannig að þeir eru að vera bara inn á geðspítala eða spítala eða einhvers konar annari stofnun, ekki fangelsi. Já, það er svona grei. Já, það er eins og til dæmis það er einn maður hann inni sem var með mér á gangi sem ég var að sjá mikið sem var með svona elliklöp eða Alzheimer byrjun og hann man ekki eftir að borða, að baða sig, þú veist, hann labbaði bara fram og tilbaka, þú veist, og hérna maður var svona að ég sett hann í mataklúbb með mér, þú veist, og við vorum að gefa honum að borða og svona, sko, þú veist, hann fær enga sko, aðstóð. Menn sem voru að kópa í sælunni í gamla daga eru fangelsstofnun í dag. Það er bara svolítið þannig. Já. Og þetta var ekkert eina dæmið það voru fleiri svona aðilar, sko. Svo er þriðji einstaklingurinn, sko, sem að brýtur af sér, burt sér frá því hvort það sé óvart eða ekki, eða lendir í aðstæðum sem að, þú veist, sko, kannski keyrir á einhvern eða gerir eitthvað sér eftir í allar að breyta lífinu. Það er svo jákvæði, þú veist, og ég myndi líta á sjálf mig í þeim flokki. Ég sneri við blaðinu, ég fór á alla A-fundi sem ég gat farið inn á hann inni. Ég nýtti með það var mikið atriði fyrir mig. Þegar ég kom hann inn í seinna skipti eftir vermdina, eftir að ég var búin að lenda á öllum veggjum sem hægt var að lenda á í samfélaginu, og þá hellti ég mér yfir þetta geðheilbrigðisteymi og þær gátu ekki einu svona hort framan í mig, sko. Þegar ég sagði við þau, sko, hvað þarf að gerast til þess að þið aðstofið mig? Þú veist, þarf ég að myrða einhvern til þess að þið takið mig alvarlega? Þú veist, og því ég var alveg að hugsa það nefnilega. Og það er mjög óþægilegt fyrir manni sem mig að hugsa þannig. Ég er almennt sér friðsæll maður, sko. Þú veist, og ég vil raun og veru ekki dvelja í þannig hugsunum, en þegar þær eru orðnar yfirgnæfandi og yfirþyrmandi, það er bara mjög óþægilegt, sko. Þú veist, og ég hugsa þetta svolítið marga leiki fram í tíman í tefli, og ég hugsa fleiri en einn leik fram í tíman, sko. Þú veist, ég get alveg meitt fólk, þú veist, ef við verðum knúin til þess, þú veist, ég er búin að æfa bardaga íþróttir í mörg ár, þú veist, og ég vil ekki vera á þessum staði í höfðinu, þú veist, og ég var að reyna að útskýra þetta fyrir þeim, og það er bara, sko, þetta er skömmuðst sín, sko. En þegar ég var búin að vera þarna þegar ég kom frá vermdinni, þá
skráði ég mig í meðferð. Þú ferði aftur í Já, fangelsið. þegar ég fer aftur inn á Hólmsheiði. Já. Það var sagt að það væri 8-9 mánaða bið Svakar. og ég sagði bara já, þá bara verði ég að bíða í þann tíma. Ég ætla að fara í meðferð. Já. Og út af því að það er ekkert annað sem að með dettur í hug sem að ég geti fengið hjálp við sem að myndi bæta mitt líf. Og hún spurði hvaða meðferð, ég sagði bara hvaða meðferð sem er. Bara hvaða áfengis- og vímuefna meðferð sem er í boði. Ég tek það sem að kemur fyrst og hún sagði bara ok, það var 8 mánuðir eða eitthvað. Svo fæ ég bara svona, trúin kemur inn hjá mér, hún kemur til mín. Ég fór í raun og voru ekki að leita að henni. Meðan þú ert í fangelsið þá. Meðan ég er í fangelsi. Ok. Og ég byrjaði ekkert að lesa eitthvað í biblíunni þó ég var með hana inn í klefa hjá mér. Fram að þessi tímbúti fyrir ekki, ertu þá trúlaus eða hefur svona trúað en ekki pælt í því eða hvað ertu á þessu fyrir þennan tímapunkt? Fyrir þennan tímapunkt myndi ég segja að ég hef alltaf vitað einhvern veginn það er eitthvað aðra. Okay. Og ég hef alltaf það hefur aldrei einhvern veginn duga fyrir mig saga trúleysingjans. Það sé ekkert. Já, saga trúleysingjans er mjög stutt. Það er einu sinni var ekki neitt og allt í einu var allt til. Já. The end. Já, allt fyrir tilhulin. Já, einu sinni var ekki neitt og allt í einu var það allt. Nei, það var skapað úr engu. Já, þetta er svona, þú veist, ég einhvern veginn gat ekki alveg, mér fannst það ekki alveg nú, þú veist, mér fannst það bara leiðileg saga, eða svona, þú veist, óspennandi saga. Ok, en þú ert komin þarna inn á Hólmsheiðina aftur og hvernig kemur þetta til þín á? Ég er í hugleiðslu og ég talaði mikið við prest sem var með svona hugleiðslu, hann var ekkert mikið að svona, það sem er kallað bæbulbessa eða eitthvað þannig, hann var ekkert að tala mikið trúmál eða Jesú Krist eða eitthvað þannig, en svona, hann var svona aðalega að tala kærleik og svona, hann var basically bara að ber út fagnaðarerindið. En við erum í ákveðinni svona hugleiðslu þarna og ég næ alveg að tæma einhvern veginn hugan. Maður næri ekkert alltaf að tæma hugan eitthvað í hugleiðslu. Og það einhvern veginn birtist fyrir mér, þú veist, horn dýrsins fyrir mér í hugleiðslunni, og ég einhvern veginn viljaði það að öllu mínu hjarta í burtu og sá birtast mér bara svona eins og engill og það var ekki bara það að ég var í einhverju svona hugleiðslu ástandi, það var tilfinningin sem að kom með þessu, það var svo mikill léttir. Það var bara, friður. Friður Guðs er æðri öllum skilning, þetta stendur í Biblíunni, og það var svona upplifunin á því að ég fann einhvern veginn, ég fann það bara að þetta er eitthvað sem ég verð að elda. Ég áttaði mig ekkert á því almennilega fyrir en svolítið setna. Og þetta kemur bara án utan og komandi, það er ekkert í kringu, það er engin að predika. Nei, það er ekkert eitthvað svona predikun. Þetta bara gerist bara allt í unni. Við erum nokkri bara svona í hóp, bara svona í svona hugleiðslu og svona erum að anda og erum í hugleiða og slaka á og eitthvað svona, þetta gerist þannig, Og ég var búin að gefast bara upp raunverulega í mínu hjarta að, ég get ekki lifað þessu lífi lengur, ekki svona. Bara takt þetta í burtu frá mér og ég bara er þinn. Bara ekkert endilega þessi orð en svona þessi meining. Og fyrsta sporið í 12 spora kerfinu er við áttuðum okkur á því að okkur var orðið megn að stjórna einn lífi.
skilur að drekka, þú veist, þetta er ekki hægt lengur. Og ég einhvern veginn viðurkenndi þetta svona fyrir einhvern veginn í hjarta mínu, sko. Eftir það, þá einhvern veginn fekk ég bara hraðflýti meðferð inn á Hlaðgerðarkot. Ég var boðið það. Ekki að mínu frumkvæði, sko. Nei. Og þá var einhvern veginn allt sem vann með mér. Bara, sko, næsta dag. Bara næsta dag. Og þetta bara jókst og jókst. Og ég fekk að taka hluta af dómnum meira sér, sem ég var ekki að sækjast eftir. Inn á Hlaðgerðarkot. Og þá var sagt, viltu fara inn á Hlaðgerðarkot? Og ég sagði já, og það er svona svolítið trúaleg meðferð, ég er algjörlega til í það. Ég fer inn á Hlaðgerðarkot og þar eflist mjög mikið mín trú. Þar byrja ég að lesa í Biblíunni og svona boðskapurinn í Biblíunni, sko, burt sér frá því hvort þú sést trúaður eða ekki, er bara góður. Góða dæmisögur. Já, þetta eru góða dæmisögur og þessi bréf til dæmis sem eru í Biblíunni, þetta eru leiðbeiningar til manna í þjóðum hvernig þeir eru að koma fram. Og hvort sem það eru trúaður eða ekki, þá getur þú farið eftir þessum leiðbeiningum og líf þitt verður bara betra. Þú veist, við samfélagi verður betra. Þetta var auðvitað að skrifa á þeim tímum þá sem trúin var pólitíkin, sko, í gamla dag og byggðu upp samfélagin. Við gleymum því oft í dag, það var ekkit svona eins og alþingi í gamla dag. Já, það var bara kirkjan, hún átti allt á réðullu og þá settuður þessar reglur auðvitað, hvort sem það kemur frá Guð sendi eða einhver mjög gáðar einstaklingur með gott siðferði, hvernig getum við gert þetta svona sem sanngjarnast og þaðan kemur það, þannig að eins og þú segir, þegar maður skoðar Biblíuna, þá er þetta alveg frábært fyrir samfélagið. Ef þú vilt að samfélagið starfi og virki rétt, þá er þetta mjög gott að fara eftir þessu hvort sem maður er trúaður eða ekki. Já. Þú veist, eins og þú veist það inn í þér, að þú átt ekki að drepa. Þú veist það, þú átt ekki að stela. Þú veist, þetta er guðdómleg lögmál sem að liggi í hverjum einstakling. Þeir sem að fara ekki eftir þessu eru með einhvers konar djöfulegar hugmyndir. Þú veist, og þegar maður er til dæmis eins og þegar maður er í neyslu, maður gerir hluti sem maður myndi ekki gera annars. Þetta er aldrei gera. Já. Og þú veist, þú þekkir eflaust einhver dæmi það hjá einhverju fólki. Þú veist, og þetta er alveg hvernig svo sem maður túlkar það eða, þú veist, hversu mikið trúaður maður er og annað, sko. Þú veist, það er kannski ekki endilega sem ég vilja eitthvað vera að koma inn á, en þetta eru hlutir sem ég vil frekar lifa eftir heldur en að vera í örvæntingu, vera í eymd, vera í kvíða, vera stanslaust í einhverju gæðakapplaupi. Ég vil frekar gefa af mér bara kærleik og lifi í sannleika. Sko, þeir sem hafa eitthvað á móti þessu vegferði sem þú ert að tala um núna eru bara mjög með litla þekkingu á að hafa séð einstaklinga eins og þig sem hafa snúið við blaðinu og fengið þessu upplifun, þessu guðdómlegu upplifun og farið, sko, ég sé marga fara þessa leið og munurinn á þessum mönnum sem voru með svörtustu einstaklingum, sko, bæjarins og síðan bara hvernig ljóminn kom yfir á og hvernig þeir fóru einhvern veginn að bæta verið gamla syndur og láta leiða sér. Hvernig er annað hægt en að segja bara Guð blessi þessa menn og haldið áfram þessari vegferð? Ég skil ekki hvernig þessi hægt að setja út af þetta. Ég bara átta mig ekki á því, sko. Fólk á bara að blessa þetta í staðan fyrir að reyna að rauna þetta niður. Já, ég er alveg bara hjartanlega sammála því. Ég nefn oft við fólk. Geturðu ímyndaðir heiminn, það er svona, ég er náttúrulega pínu ímyndanaveikur, þegar ég var yngri og spilaði Dungeons and Dragons, sko, þannig að ég er svona pínu ímyndanaveikur, það getur vel verið. En geturðu ímyndaðir heiminn ef allir myndu reyna, geta það náttúrulega ekki, reyna vera eins og Jesú Kristur. Bara reyna. Hanga með hóru.
já, ég meina breyta vatni í vín, gott partí já, ég meina þetta er að fyrsta sem allir hugsa já, þetta er, þú veist það er gott líka að geta gert grín já, maður verður, ég skal veðja ef Jésu seti hérna hliðina á okkur þá hann myndi hlæja með okkur hann myndi hlæja þessu sko þetta er náttúrulega fyndið að sko nei, þetta er sko vera bara í kærleik já, þetta er að búa kærleikin og vera góðu konan það eru þeir sem ég þrekki sem eru mjög trúaðir mér finnst gaman að tala við ætlum nú ekki að fara út í þá umræð ekki þessu podcasti núna en mér finnst gaman að debata stundum trú og svona og við gerum það kannski eftir þáttinn já, það er alltaf sko, mér er samt svo fallegt að allir vinir minni sem eru mjög trúaðir að fara í þessi leið þeir segja allir það sama kærleikur er bara Guð er kærleikur Akkurat. Og það er svo fallegt mér finnst það yndislegt og eins og ég segi það aftur hvernig er hægt að setja út á það ef einhver maður vill vera í kærleik og fylgja því eftir þú skal styðja þann mann bara hvernig getur það verið í slæmi hlutur nákvæmlega en síðan því miður það eru nú veist, ef við myndum setja þetta upp í trúadæmið boðsendar djöfulsins og ef þú ert djöfullinn og þinn erki óunnur í kirkjan hvað gerir þú þá? Þú setur menn innan kirkjunar og lætur að líta ill út svo kirkjan verið tekið niður og þá komum við inn á barnaníðina og þetta svoleiðis sko. Algjörlega. Þannig að það búið að vera bakslag þar og það er rosa leiðilegt að þetta er svona umfjöllun sem stendur oftast upp úr þegar að kirkjan gerir svo gríðarlega mikið að hjálpastörfum, hjálpar fátækum, boðar kærleik, boðar bara ást og já, bara yndislegt lífverðni. Það er aldrei talað um það í nútíma samfélagi. Það er hræðilegt að því að þetta er aðeins pingu lítið brot þessi kynferðisbrotarna sem við verðum að tala um og þau eru máluð yfir allt svæðir. En þetta er svo pingu lítið. En það sem að góða sem kirkjan gerir, það er svo rosalega stort, annars væri hún ekki svona út um allt og einmitt er að frelsa fólk og koma kærleiki áfram, hjálpa stöðrum. Það vantar alveg þessa umræði þá nennir ekki að heyra það í nútíma samfélagi við viljum ekki heyra neitt sem er gott við viljum bara, við getum tekið hana niður og við getum talað um eitthvað neikvætt það er bara svolítið, það er allir með eyru fyrir því miður ef fyrir ekki að grípa fram með fyrir þér þetta að fara að kalla mér þetta er góðu punktur að því leitinu til að sko þetta á við svo mikið í samfélaginu það er ekki bara til dæmis kirkjan það er allt í samfélaginu okkar. Þú sér fréttaflutning og mér fannst svo gaman að horfa á fréttirnar sko. Þú veist, það er búið að sprengja, gera einhverja drónaárásir og það er þú veist, mataraðstoð stoppuð og það eru bílslys og flugslys og einhver fyrirtæki búin að svíkja út eitthvað og stríð og allt þetta sko. Og svo er það enda á einhverju frétt með Magnús Lind, það sem hann er að tala um, þú veist, já, nú förum við að sjá þessar konur, þær eru að prjóna peysur, þær eru búin að gera það nú í 20 ár, þú veist, þá fyrir svona falli frétt í restina. Það kynntu með 3 hóp. Já, svo við gleymum nú öllum skelfingunum, sko, þú veist, að það er bombart að skelfingu og eymd og örvæntingu á okkur, sko. Það man enginn eftir fréttinni á Magnúsi, allt hitt situr eftir, sko. Það er alltaf tekinn svona frétt í restina, svona góð frétt, svona til þess að svona, já, þú veist, haldið samt áfram að borga skattan ykkar og þú veist, haldið áfram á hamstarahjólinu. Já. Og býðið bara eftir næsta fréttatíma. En þetta er sko, nú vorum við að tala um fíklana, nú er þetta fólk fréttafíkill, pabbi missir ekki að fréttatíma og bara hann getur ekki, horfur alltaf að báða fréttatímana að gera, ég veit ekki hvernig það er, ég er ekki með sjónvarp hérna, þannig að það var alltaf á stöð 2 og stöð 1 sko, kannski fólk gerir það ennþá, en þetta er, fólk er fíklar í vondafréttir. Það við þrífumst á neikvæðni sko og fréttinar eru gjörsamlega að sprauta þessu inn í almenningin og þetta er svo slæmt fyrir móralinn sérstaklega í dag sko. Við erum að, í gamla daga þá vorum við nú bara með fréttir hérna af Íslandi það var nú mikið meira fréttur úr sveitinni og eitthvað svoleiði sko en núna erum við farin að sjá svo mikið viðbjóð bara veist, af hverju þarf ég þarf þess ekki sko en forvitni mín og allir aðrir maður er bara forvitin þegar fyrirsögnin er kona
drepur þrjú börnin sín með því að setja það í þvottavél, maður klikkar á þetta. Það eitthvað ammanni og almenningur gerir þetta, annars væri ekki þetta á forsíðum og öllu fréttum. En hvernig getur þetta gagnast þjóðinu okkar og almúðunum hérna annað en hræðilega neikvæðan hátt að vera að flassa þessu á fréttamilum? Ég ætla ekki eins og að fara út í internetið og samfélagsmiðla, sko. En fréttir eiga aðeins að taka ábyrgð þessu, að við erum ekki að segja frá einhverju sem þetta hræðilegt, þetta fer í undirmeðvitundina hjá fólki, þú ert að fá svona á hverjum einasta degi og þú verður bara dofnari fyrir ofbeldi. Í gamla daga, þegar eitthvað var stungin á Íslandi, þá var allir bara, var eitthvað stungin, það var sjokkerandi, það var bara, sagður hvað, var hann í bæ, vá, og síðan var bara að tala um það í 2 vikur eða eitthvað, því að það gerist svo sjaldan. Það voru eitthvað stungin, síðan skiptir ekki máli, síðan deyr því miður þessi gullfallega unga stúlka sem á lífið allt framöndu sér á menningunótt og þá aðeins vakna fólk í smá tíma og síðan það farið. Fólk eru svo rosalega dofið og ég kenni með fréttamiðlum og óábyrgri umræðum þetta, ofbeldi, að vera að slétta einhverju svona óþarfa ofbeldi aftur og aftur framan í fólk, sko. Og þetta hræðileg þróun og það mjög óhugnulegt að sjá hvert við erum að stefna með þessu. Maður sér það núna fyrir ekki við fyrir út á leiðinni, en núna Charlie Kirk sem var skotin í hálsinn og það var reyndar alveg hræðilegt að ég hef búin að fylgjast með þessum manni í svolítinn tíma og gaman að fylgjast með öllum sem eru að debata á netinu og mér finnst gaman hvernig hann fór að þessu, sko, og það eru skrautlegi menn sem mæta þarna og konur hjá honum í viðtölinn, sko, þannig að ég hef mjög gaman að þessu. Ég er líka búin að fylgjast með honum, sko. En síðan var ég bara heima að skrolla og örugglega svona 20-30 mínútum eftir þetta gerðist, þá bara allt í honum kom bara vídeo þar sem maður sá, og það ekkert blörraði neitt, bara kúlun og fari gegnum hálsin á honum, þetta fræga vídeo sem allir eru væntanlega búin að sjá og hvernig blóðið spýttist úr honum. Og dóttir mín, 11 ára dóttir mín, vinkonu hennar, hún því miður fær aðgang á netinu og hún var að skrolla og sá þetta vídeo. Ég fóð með þeim helgina eftir og fer ég með oft í ísbíltúr og eitthvað svona því að hún flutt í annað hverfi og þá sæki ég hann og svo haldi sambandi og þá var hún að tala mitt í billum. Hvað veist þú Charlie Kirk? Já, ég sá vídeoið, það var skotin í hálsinn og ég bara, what? Og ég spurði dóttir mínu þetta, varst þú búin að sjá þetta? Hún sagði, nei, hún örugglega ljúgaði, sko. En ég segi, já, gott, ég vil ekki að sjá þetta, en þetta svo aðgengilegt og þetta hefur aldrei verið svona áður. Þú veist, það núna þegar þessi krakkar koma upp, þeir vera algjörlega ónæmið, bara dofnir fyrir ofbeldi. Það skiptir ekki máli, þetta bara hluti af daglegu lífi. Þeir eru búin að fá þetta svona á netinu bara beint í allir sína ævi. Þannig að stungu árásir og ofbeldisglæpir eiga bara eftir að fara fjölgandi út af þessu einu ástæðu og ég veit ekki hvernig við getum snúið þessari þróun við, sko. Við erum eftir að vera bara, þetta eftir að vera verra, fólk eru eftir að snúast meira og meira upp á móti hverju öðru eins og við erum að sjá núna gerast rosalega undanferðið. Það kallað hægri og vinstri eins og við sjáum og það var svakalegt annað með þetta Charlie Kirk. Ég hef aldrei séð þetta, sko, ef maður talaði þetta fyrir 20 árum, ef ég sagði eigundur, í 20 ári í framtíðinni þá verður maður skotin í hálsinn, það verður vídeo af því út allt á netið og það að sjá svona stutt vídeo í símunum og það munur allir sjá það á svona snjallsímum, bara hann verður skotin. Og síðan verður 2 hliðar, það verður svona hægri afleið og vinstri afleið og þeir fara að rífast út af þessu nema það verður mörg 20.000 sem verða með TikTok-vídeó sem eru kannski 30 sekundur og vera dansandi yfir á hann dáin. Þessi maður, einu sem hann gerði var að boða kristileg gildi, bara alveg eftir bókinni og hann debeitar fólk út frá því og síðan út á öðru samfélags bara að benda á statistik, svona niðurstöður af rannsóknum, samfélagslegum rannsóknum og hann að benda fólki á það og hann verður drepinn út af því og síðan verður allir að fagna því með dansandi í vídeóum yfir þessu á netinu og hann gerir ekki neitt annað heldur en þetta að debeitaði fólk. Fyrir 20 árum hef ég sagt þetta við ykkur, það hefði allir bara eftir hvað rugglaði mér, hvernig heldur þú að framtíðin sé bara demolition mennina eða þú veist, það hefði enginn trúað þessu og þetta verður maður að hugsa hans út í þetta því að þú vorum að tala kristileg gildi. Ég myndar af ef Jesú kæmi aftur núna og myndi koma með sín kristilegu gildi. Charlie Kirk.
Charlie Kirk, hann myndi segja það sama og Charlie Kirk og þeir myndi taka hann bara á fyrsta degi bara og bara negla hann á krossin á 0-1 og þetta fólkið sem titla sig sem góða fólkið í dag. Það sem ég fyndi að maður sér fólk á netinu að vera kallað á góða fólkið. Þú veist, ég myndi að hvað margir í umræðinni ef Jesú kæmi tilbaka og myndi boða kristilega gildi. Ég myndi að hvað margir sem myndi bara haltu kjafti Jesú. Þú veist, staðrindin það að það samfélagið í dag. Það bara, það alveg allavega bara, en verðist vera helmingunum sem myndi bara segja bara Jesú rasisti. Það bara út af, eða, já, nema að það var kannski lélegt, en hann væri, hvað heitir það, hann væri kvennahatari að væntanlega, þú veist, að því að hann myndi vilja að fólk myndi eignast fjölskyldu. Charlie Kirk talaði fjölskyldu. Já, fjölskyldugildi. Fjölskyldugildi. Þú mátt ekki tala þessa hluti í dag. Nei. Það mjög skemmtilegt vers í Biblíunni. Jóhannes og Guðspjall 12:23. Það þegar að Charlie Kirk var myrtur 12:23. Ég get sagt þér hvað það en það svolítið svona akkurát bara það sem þú varst að segja akkurát það sem þú varst að segja það margir sem að þú nefnir að hann sagt, ef hann væri sem sagt Jesú andufæddur sem svona svolítið þú veist það mitt þetta sko strandlóra tekið sko ég get samt ímyndum mér að Jesú myndi það eru fleiri en þú búinir að nefna þetta að ef einhver væri endurfæddur Jesú svaraði stundin komin að dýrð mannssonarins verði opinber. Sannarlega segi yður ef hveitikornið fellur ekki í jörðina og deyr verður það áfram eitt en ef það deyr ber það mikinn ávöxt. Og ef þú vilt lesa milli línuna þarna hvað búið að gerast eftir að þessi mjög góði maður dó? Það búið að vera mjög mikil vakning þetta hjá þeim sem sagt, eru fylgjandi kærleiknum. Þú veist að það búið að sprett upp allstaðar hjá fólki sem vissi ekki einu sinni hver þetta var. Nei. Og svo hinn hlutin sem þú nefnir það eru hattararnir þú veist, sem eru á móti öllum þessum gildum að þeir vilja bara þeir bæði ég vil segja mistúlka þú veist, ekki að sjá þessi skilaboð eins og til dæmis fjölskyldu uppbygging þú veist hvað að í samfélaginu ef það orðið slæmt að maður og kona eignist börn og byggja upp fjölskyldu þetta það sem að hefur byggt samfélagið okkar í heild það er kjarnafjölskyldan það hefur byggt upp vestræna siðmenningu og þeir sem tala gegn því þeir eru mjög skammsýnir og það held ég bara eitthvað að hjá því fólki og maður þarf eiginlega bara að hjálpa þeim. Já, stór hluti í dag, ég alveg sammála þessu sem þú segir í dag, en ég myndi segja það að stór hluti í dag á öllum vandamálum sem við erum að sjá núna með ungu fólki, ástæðan fyrir að það svo gríðarlega mikið af magni af ungu fólki sem fyrir í fíkniefna vandamál og alveg á kaf, ofbeldisglæpi og verðist vera alveg sama heiminn að báðir foreldrar að vinna úti núna. Það þeir sem ala upp börn í dag skólinn, það frístund og síðan bara talva og samfélagi sem í gangi þar að því báðir foreldrar bara svo mikið að gera í dag. Þú veist, það alltaf að vera að tala að vinnum ekki það mikið með að við í gamla dag. Í gamla dag þá vannstu minna en þú gerir í dag. Já. Þú veist, það var bara mun minni vinnutími og þú hefði meiri tíma með fjölskyldunni en það var alltaf allavega annar foreldrinn heima og væntanlega þá alltaf móðurinn en þannig voru bara tímanir og veist, ég stið það auðvitað veist, á það ekki að vera að móðurinn eigi að vera heima
en mér finnst í eðlilegu samfélagi þá ætti annað foreldri að vinna úti eins og það var og ætti bara, launin ætti að vera nógu há en síðan ætti hitt foreldrið að vera og eyða tímanum með börnum hvort sé faðir eða móðir, það er bara ákveð á heimilinu. Ef þetta er gert aftur, þetta gildi ég vissi það að við myndum sjá hríðlækka allir glæpir neytendur hjá ungu fólki í dag, þetta myndi hríðlækka með þannig kynslóðum en við erum bara með rosalega orðið kalt uppeldi í dag þar sem ekki þessi alvöru nálgun og við vitum núna að var að tala um vögguheimilin að krakkarnir sem urðu á vögguheimilunum þeir urðu rosa slæmir að því þeir fengu aldrei þessa nánd sem unga börn þú þarft þessa nánd, þú þarft að vera í kringu foreldrið þitt alveg sama hvernig það þú þarft þennan kærleik til að verða heilbrigður einstaklingur ef þú færð það ekki þá elstu upp með sorg sem orðin rótgróin í þér og tómleika og einmanaleika að því að það vantaði eitthvað í uppeldið þú fer með það út í lífið og þú reynir að uppfylla það síðan með spennu til að finnast og vera smá lifandi að því að bara þannig til að hættur að finna eitthvað úr lífinu þú reynir að uppfylla það með fíkniefnum svo finnir eitthvað gleði og þá ferðu bara strax á rosalega vonda braut þetta er mjög slæmt fyrir samfélagið okkar í heild sinni hvert við erum að stefna og eina sem þetta gerir er að við verðum bara reiðari og þetta saminast síðan í múæsing sem við erum að sjá núna á samfélagum það eru bara allir að trillast það allir orðnir svo reiðir það er bara maður fyrir að telja niður í borgarstýrialdir skilur það bara þannig en þetta samt virðist ekki vera nýtt að nálinni með það ef maður skoða mannkinn söguna þetta alltaf það trillist allt við fyrum öll að slást við hvort annað hvernig sem það í gegnum borgarstýrialdir einhvern veginn eða slást við önnu lönd og síðan reset kemur friðatími og allir byrja að hafa það of gott og verða eins og degur og smábörn og eitthvað gerist það sem allir byrja að vera æstir aftur og svo ekki múa sig einhverjum aftur og allir trillast aftur og síðan springur allt og allir byrja að berjast aftur þetta virðist vera nema núna frá seinni heimsstyrjöld þá það ég held að þetta sýnum bara svolítið svona að verða þetta í með hvaða liðin langu tími eða þú skoða mannkinn söguna þá erum við alltaf búin að vera í stríði en einhvern veginn þá erum við aðeins búin að vera að slaka á svolítið lengi en það virðist nú að vera komið þá sögupunktur að það virðist vera orðin svona alltaf fara að springa ef við sjáum hvað er að gerast í kringum okkur Rússarnir að fljúga inn í landhelgi hjá hinum á þessu löndum núna í dag og allir að tala móti Rússunum, Úkraína móti Rússum, Palestína, Ísrael og það eru svona hlutir sem maður hefði ekki séð áður Ísrael hefði aldrei komist upp með þetta fyrir 20-30 árum síðan eða 10 árum síðan að sprengja Palestínu svona í klessu en einhvern veginn þetta eru rosalega tímar sem við erum gangið gegnum og ég held að sé mjög stutt í þriðju heimsstyrjöldina og veist við viljum alltaf kenna einhverjum feitum kalli í jakkafötum það en ég held að almenningur hafi mikið það að segja líka þar sem allir eru svo reiðir að vera að fá útrás eitthvað staðar og það eru bara allir að trillast Það eru 32 stríð held ég í gangi í heiminum í dag og það gleyma allir hinum stríðanum út af því að í sjónvarpinu þar er Úkraína og Palestína og Ísrael það er ekki talað um öll hinn stríð en þú veist það sem var að tala um þessar lúpu það er talað um erfiði tímar búa til harða menn harði menn búa til góða tíma góði tímar búa til veika menn veiki menn ala af sér harðstjóra harðstjórar gera erfiða tíma erfiði tímar búið til harða menn þetta er lúpa sem að virðist vera gegnumgangandi eins og nefndir og er bara virðist vera að skoða söguna vera bara sönn og þetta virðist vera gegnumgangandi gegnum bara sögu mannkynsins við virðumst aldrei alltaf læra af einu við verðum að vera betri en hinnir við hefum ekki þú veist eins og til dæmis bara hjálpa öðrum þú veist ef allir væri að hugsa ég verð að hjálpa þessu fólki ef allir myndi hugsa bara þannig
þá væri bara paradís á jörðu sko. Eins og ég sagði sko, þú veist, ef allir myndu reyna að vera eins og Jesú þú veist, þá væri bara paradís að búa á jörðinni sko. En það er bara ekki þannig sko. Þú veist, og þessi stríð öll sko, eins og til dæmis það eru Úkraínufáni og Palestínufáni við ráðhúsin niður í bæ. Ég mótfallin því til dæmis. Þú veist, mér finnst við ekki eiga að taka þátt í þessu að öðru leiti en að búa út frið þegar árásin inn í Írak byrjaði fyrir einhverjum 25 árum eða 24 árum 2003 eða 22 árum þá var Ísland með það sem þeir kölluðu í Bandaríkjunum Coalition of the Willing eða sem sagt þjóðir hinna viljugu sem að voru með í sem sagt stríðinu við Írak og í Afganistan og þú veist, eins og George Bush yngri sagði sko, ef þú ert ekki með okkur þá ertu að móta okkur og í frægri ræðu sko. Þú veist, á þeim tímapunkti þá hefðu við geta sagt, við viljum ekki taka þátt, við viljum að það veri boðið út friður sem við gerðum ekki. Svo kom öll þessi stríð í kjölfarið, þú veist, í Líbíu og Sýrlandi og öll þessi stríð sko, sem hefur átt sér stað. Svo kemur Úkraínustríð, þannig að Rússlands Úkraínustríð. Þá er það bara Rússland vondir, Úkraína góðir. Og fólk gleymi því líka svolítið að það var sko 14 árum áður þá er stjórn sem er lýðræðislega kjörin í Úkraínu steypt á stóli af Bandaríkjamönnum 2014, eða 8 árum fyrir ekki áður þannig að 2013-14 stjórnin henni steypt á stóli og þar með mynduðust þessir aðskilnaðar sinnar eða þessi héröð sem að eru rússnesku mælandi og eiga frændur, bræður og allt þetta er allt skildleikin er svo rosalega mikill þetta er ekki bara frændur og bræður þetta eru eiginlega sama fólkið þú veist og á þessum árum eru 20.000 manns drepnir af stjórnarher Úkraínumanna í sínu eigin landi þá talar enginn það þangað til að sagt, Minsk samkomulag númer 1 það var ekki búið að uppfylla það sem var gert af Rússum, Úkrænumönnum Hvítrússum, Bretum og Frökkum eða Þjóðverjum það var gert samkomulag sko að sem sagt svona draga úr svona skæruhernaði og ráðast á þetta fólk sem byggi í þessum héröðum, þannig Donbansk og Luhansk eða eitthvað þannig, ég kann ekki að bera þetta alveg rétt fram, en svo er annað svona samkomulag gert og það var bara svona ok, núna ætlum við að vera vinir og allt þetta, en svo hætta þeir ekkert og Putin segir bara hingað og ekki lengra. Ég ætla að vernda þetta fólk sem er þarna og fer með herinn inn og þá bara, hei, Rússar eru að ráðast á Úkraínu þeir eru vondir þú veist eins og til dæmis gasleiðslan sem að liggur frá Rússlandi inn í Evrópu sem er kallað Nord Stream Pipeline það var búin til önnur svona leiðsla sem heitir Nord Stream 2 sem er sjóleiðis og það var á blaðamannafundi þá var Joe Biden fyrirverandi Bandaríkjaforseti sem sagði það að ef það myndi ráðast inn það leit út fyrir að voru að fara að ráðast inn og voru ekki búnir að ráðast inn þá sagði hann ef þeir ráðast inn þá verður Nord Stream 2 pipeline ekki til og þá var einn fréttamaður sem spurði hvernig ætlað þú að koma í veg fyrir það þá sagði hann, treystu mér, það verður bara ekki til. Svo það sprengt þegar þeir ráðast inn með sprengjum sem rétt
ekki mjög langt frá Danmörku og Þýskalandi þar sem grafreitur af efnavopnum úr seinni heimsstyrjöldinni. Það sprengt upp og mengunarslysið sem varð af því staðsta mengunarslys í mannkyns sögunni. Held aðeins í því. Þá erum við með inn í því... Þetta voru efnavopn sprengdu? Já. Ok. Í sem sagt, sko... Ég var ekki búin að heyra þess. Nei, það var hvergi talað þetta. Ég sýndi frétt, ég tók frétt sem var birt af Simon Hirsch, sem margverðlaunaður Pulitzer fréttamaður. Og þetta fyrir ekki áður en þeir eru að fara ráðast inn eða eftir ráðast inn? Nei, eftir að það búið að ráðast inn. Þá sprengt pælan. Og saman að svo rússanir ná ekki höndum yfir þetta þá? Já, það eru rússar sem eru búinir að byggja þetta upp og eru búinir að gera samninga við Þýskaland að selja jarðefnagas til Þýskalands fyrir iðnaðinn þar. En þeir sprengja þetta upp og rússum kennt það. Okay. Þá segi ég alltaf, sko, af hverju ættu rússar að eyða milljörðum evra í eitthvað svona verkefni og eyðileggja það síðan. Ef þeir vilja ekki láta það hafa gas, þá skrúa það bara fyrir kranan. Sko. Það er svona einfaldar eiginlega að gera það. Já. Þú veist, og það bara, Pútín bara geðveikur. Maður bara svona, já, en Simon Hirsch, blaðamaður, búinn að sýna fram á hvernig þetta var gert. Ég sendi þessa frétt á blaðamann á Íslandi. Og ég sagði, af hverju engin fréttamiðl tala þetta? Og ég fekk síðan svar hjá hann. Það virkilega góð spurning hjá þér. Þetta svo í náðu sér rétt. Nordic Pipeline var sprengt þarna. Já. Þetta önnurs þannig sem búið að sprengju. Já, Nord Stream 1. Já, hún var sprengt upp og það fjallaði það allstaðar. Já, hún í gegnum Úkraínu. Hinn Nord Stream Pipeline 2 sem var sprengt. Það svo sem var sprengt. Og það allir búin að tala það. En það talar enginn sko, mengunarslysið sem kom í kjölfari af þessari sprengingu. Það ýmislegt svona sem við fáum ekkert að vita. Það alveg eins og til dæmis sko, öll þessi stríð. Sýrland. Þegar þeir ákvaða að fara inn í Sýrland, Bandaríkjamenn, þá gerir friðarsinnin mikli, það sem hlaut friðarverðlaun Nobels, Obama, hann fer gegn þinginu í Bandaríkjunum. Hann tekur einhliða ákvörðun að fara í stríð. Það var ekki vilji í þinginu. Hann fer gegn Sameinuðu þjóðunum. Og þetta friðarsinnin mikli sem allir segja sér svo æðislegur og gerir eldflaugaárásir inn í þetta land. Og ástæðan fyrir þessu svo að Katar, Sádi-Arabía og arabísku furstadæmin og Óman þeir vildu gera gasleiðslur í gegnum þessi ríki sem þá Sýrland inn í Tyrkland og selja gas. Sýrland og Rússland eru vinnir. Og Assad forseti, hann sagði bara, nei, þið sittið þessar leiðslu ekki gegnum landið mitt, gleymið því. Korteri seinni ráðist á hann. Já. Það er enginn að segja mig það að það hafi verið ráðist á hann út af því að hann var að sprengja einhverja spítala og einhverja skóla. Af hverju var hann að sprengja þessa spítala og þessa skóla? Þetta snýstar peninga. Já, út af því að CIA búin að koma fyrir skæruliðum sem Al-Nusra og Al-Qaida, allt í norðnum vinir, sko, Bandaríkjamannanna, Al-Qaida, til þess að gera skæruhernað inn í landinu. Og svo svarar hann með her, þá hann svo klikkaður út af því að hann að ráðast á innviði landsins. Og núna eru þeir rosalega góði vinir, sko, út af því að það fyrirverandi Al-Qaida fóringi orðin forsetið þarna í Sýrlandi, núna, sko. Og það eru meira sér tvær tveir hópar eða mismunandi hópar af múslimum sem að berjast innbyrðis. Þeir virðast aldrei geta verið vinir hvar sem þeir eru í heiminum. Já. Og þeir taka kristna menn og henda þeim fram á húsum. Já.
Ég er búin að vera að sjá þessi mynd og það sem hvað hefur verið að gera núna við kristna menn í Sýrlandi, það er hræðilegt sko. Já. Þetta er þessi trúfriðar sem allir eru að bóða út að sem sagt, þeirra spámaður sem er hersöðingi, barnanýðingur og fjöldamóringi og breyðir út sitt vald með sverði. Það er eitthvað sem að fólk á að líta upp til. Ég einhvern veginn, ég vil ekki tala eitthvað niður einhver trúabröð eitthvað svoleiðis. En það virðist einhvern veginn vera, ef maður skoða bara heimspólitíkina, þá virðist vera vandamál þar sem þetta sem sagt, þessi trú er dominanterandi. Músliminn? Já. Það virðist alltaf vera einhvers konar vesen. Virðist vera þannig allavega þegar maður skoðar það. Þegar maður skoðar það, þá er það alveg rétt. Það er allavega fyrir þá sem vilja viðurkenna, en væntilega verðum við núna að kalla þér hvað heitir þetta nýja orði, íslamfóbistar, eitthvað svo leiðis. Íslamfóbistar. Já. En staðrindin er að það eru þetta, þú veist, þarna Íran og ég bara fullt af löndum sem voru kristnin trúarlönd, Líbanon, Íran og þetta voru kristin lönd áður fyrir. Egyptaland. Já, Egyptaland og sem voru mjög frjáls og frjálslynd og það er óhugnanlegt að sjá hvernig breytingin hefur orðið þar og það er líka bara óhugnanlegt að sjá hvað er að gerast í Evrópu núna en það sem fólk áttar sig ekki að það nennir ekki að verðist ekki nennum kynna sér almennilega hvað múslim og sharia lög eru en búddismi, kristintrú getur lifað við hliðin á pólitík í dag það er búið að aðskilja þetta að mörgu leyti múslimatrúin er ekki þannig Nei. Hún er pólitík og trú eins og var í gamla dag, eins og kirkjan var í gamla dag hún lifir eftir sínu reglum sem eru bæði trúulega reglur og pólitíska reglur og þeir líti ekki á neitt annað og það er það sem gerir auðvitað svo erfitt fyrir sérstaklega vestræn gildi að lifa til hliðar með og þú veist þegar var að tala allavega róttæka múslima og það eru nóg af vídeóm sem eru áhyggja efni eins og núna það sem er að gerast í Minnesota það var þú múin að sjá þetta vídeo sem er núna á flakki með borgarstjórunni Minnesota sem er múslimi Ég er ekki viss, ég held ekki Þeir eru búin að taka Minnesota ég held að þessi komni bara í 60-70% músliminni eitthvað, það var eitthvað svona gríðaleg tala sko í Dearborn og þetta er borgarstjórunni Dearborn Minnesota og þar er verið að skýra götu núna eftir ósama ég bara því með þér, þá man ég ekki eftir nafnið á honum en allavega, nei ekki ósama Bin Laden það verður nú helviti hart en það var rosalegt sko það væri mjög mikið á en hann sko þessi maður hann er búin að bara styðja við hryðjuverkasamtök það er á meðal hryðjuverkasamtök sem sprengdu sendiráð og drápu fullt af Amerikunum og þeir eru að nefna götu eftir honum en punkturinn er sko það er prestur að benda á þetta á svona bæjaráðsfundi og hann er svona þetta er mjög óviðeigandi það sem að drápust margir Amerikanar og þessi maður talar upp þessi samtök og við erum að skýra þarna götu eftir honum og borgarstjórinn sem er múslimi hann bara trillist, hann bara segir við hennar prest, þetta er kristilegu prestur sem er að tala um þetta að þú ert ekki velkomin í hennar bæ og því fyrr sem þú flytur hérna út því fyrr mun ég halda skrúðgöngu yfir að þú sett fluttur úr bænum að því þú ert ekki velkomin og hann er að segja þetta við kristilegan prest sko. þetta er rugl og bara það sem er að gerast í Bretlandi líka núna það er magnað að sjá það sko. Það er Home Secretary ég veit nú ekki þýðinguna á því en Home Secretary í Bretlandi það var verið að setja konu núna í stjórn fyrir því og hún ræður þá yfir bara eiginlega basically vörnum það sem Home Secretary í Bretlandi gerir ræður yfir bara öryggi Bretlands og innflytjandastefnu og hvernig þeir taka á því og hún er múslimi og það er annað ég veit ekki hvort, ég held að sé með þess að komi í gegn
Davíð, getur googlað fyrir mig two-tier system í Bretlandi. Það var, ég held að þessi búið að samþykja að þinginu. Davíð tjekkar á því fyrir okkur. Það er two-tier system sem ég finnst ótrúlega að sé ekki vera að fjallum, en þá, ef þú ert hvítur, þá farið þingri dóm heldur en aðrir. Og það er ekki búið að vera að fjalla neitt það. Sérðu hvort það farið í gegnum þingið? Ég heyrði nú út í bæ, ég þóru nú ekki að fara með það. Mér finnst það svolítið rasist. Hvernig er það annað en rasist? Já. Það er bara ekki hægt annað, en þetta er líka bara rugl, sko. Þeir eru að núna handtaka 10.000 manns árlega í Bretlandi fyrir Facebook-statusu. Þetta er rosalega tala, 10-12.000 manns, og það var einstakleikur sem skrifaði Facebook-status núna: ég vill ekki að peningarnir mínir farið til innflytjendur. Hann fekk 20 mánuði fyrir það. 20 mánuði fyrir að skrifa Facebook-status: ég vill ekki að mínir peningar fari í það að halda upp innflytjendum. Það er ruglað. Og það sem er ruglað núna er að það er verið að fara að keyra, ég veit ekki hvort fólk viti þetta, en á Íslandi þá verið að fara núna að athuga þessa Evrópustandarda sem eru í gangi í Þýskalandi og Bretlandi að þessi að gera refsiverða dóma fyrir það sem hún skrifar á netinu, sem að sama að vera að gerast í Bretlandi. Þannig að ef þú skrifar á Íslandi núna, kannski eftir stuttan tíma, ég vil ekki að þessi innflytjendur eða bla bla bla, þá getur þú fengið 20 dóma ef við fyrir bresku leiðina. Það er ruglað. Það er, og þetta er samsko, það ruglað núna að það sem allir eru að öskra málfrelsi á netinu, og það verið að reka fólk úr störfum út af Charlie Kirk dæminu, það er sama fólkið og vill koma þessu lögum í gang. Því að þau vilja þagga niður í mótstæðinginu sínum, en átt að sé ekki á því að þagga niður í sjálfum sér á sama tíma. Það er alveg sturlað, en eins og hugsið ekki alveg til enda, skilur þau. Þú þarft líka að vera undir þessu lögum, og þau byrja kannski þarna þessi lög með innflytjendur, og mátt ekki segja neitt slæmt með innflytjendur, og hvert fara lögin svo? Hvað annað mátt ekki? Þú mátt ekki gagnrýna síðan ríkisstjórnina, mátt ekki gagnrýna efravaldið, hvað mátt ekki síðan gagnrýna? Mátt ekki gagnrýna lögregluna? Þetta heldur á, þetta er bolti, svona byrjar þetta, og þetta hefur verið áður í frjálslyndum löndum, þá byrjar þetta svona, og síðan er þetta bolti sem rúlar upp á sig, og áður en þú veist af, þá mátt ekki neitt, og þú situr bara, heyr, hvað gerðist maður? Þetta er ágætni, og þjóðin þarf aðeins að standa upp á móti þessu. Maður getur ekki verið að hefta málfrelsi. Það má ekki gerast, eins og það er að gerast í Bretlandi, sko. Ég held að þú sért að tala lög sem fór í gildi 19. júní. Á þessu ári? Já, en sko... Þetta komið í gegn á. Þetta two-tier dót er hins vegar svona sem er bara oft nefnt hér og þar í Bretlandi, að líka nefnt með aðra hluti. Það er two-tier citizenship og alls konar svona dóts. Þannig að þetta er smá svona slang sem þeir nota. Þannig að lögin sjálf heit ekki two-tier, heldur er þetta bara sem Bretar eru sjálfur að kalla þetta sem er á móti þessu. En semst að það er komið í gegn að ef þú ert hvítur á fyrir þyngri dóm í Bretlandi? Nei, ekki bein. Hvað er verið að ræða það? Það er sem sagt, lögin er sem sagt að það má ekki minnast á hvaðan þú ert og svoleiðis. Þannig að það er einhvern meira vesen eins og segja, þannig að það er að reyna að koma veg fyrir að hvítur eða svartur sé að fá mismunandi dóm, eða má ekki minnast á í dómunum hvort þessi hvítur eða svartur eða brotn eða svoleiðis. Það er minn svona upplýsingarnar sem ég fæ hér frá bresku ríkisstjórninni. Ég fæ ekki akkurat sjá lögin sjálf. Ég ætla að rannsaka þetta fyrir næsta þátt, að skoða þetta betur. Þetta er þá, það þar næsta þátt, það er nú annað málefni sem við tökum í næsta þetta. En þetta er bara því við fórum þessa leið í samtalinu, þá getum við talað þetta núna. Ég ætla að tala þetta mjög fljótlega, að taka heilan þátt sem ég ætla að... Þeir hafa náttúrulega ekki málfrelsi, sko. Hvað segir þau? Bretar, þeir hafa ekki, það er ekki málfrelsi eins og það kallaði í Bandaríkjunum freedom of speech. En þú veist, sem sagt, málfrelsi er grundvöllur alls
málfrelsis að þín tjáning svo framalega sem hún er ekki beint að skaða fólk og út með ógnandi, þú ógnar einhverjum lífláti þú býð til eitthvað einhvern sem skadar hann veist, það er náttúrulega refsivert hótanir róburður sem að kemur viðkomandi í til dæmis geti komið hann fangelsi eða vinnutapi eða einhverju þannig það er náttúrulega þá ertu komin út fyrir málfrelsi sko, þú eru byrjað að skada en þína skoðanir þína meiningar þú getur jafnvel sagt sko tunglið er blátt þú veist og það er bara það er rangt skilur, það er ekki blátt á þá að refsa þér fyrir það út af því að þú talar vittlust þegar það segir einhverja staðreynd sem er ekki, eða segir eitthvað sem þú telur vera staðreynd á þá að refsa þér fyrir það þú veist, það er alveg hægt að teygja þennan lopa alveg rosalega langt en þú átt að vera tilbúin að verja sko einhvers aðila sem er með algjörlega aðra skoðun en ég er tilbúin að verja hana út af því að hann á rétt á að koma sinni skoðun fram algjörlega, en það er á hverfandi velli og þá er ég að tala hópin hinn hann heldur að þetta málfrelsi muni bara að því þetta byrja þarna þeir verða að fá eitthvað til að styðja þetta annars geta þær ekki koma eins og lagginar og þá velja þær vinstra fólkið og það mun keyra þetta áfæri menn átta sig ekki á því þetta er bolti sem rúlla síðan til vinstri á endanum og yfir þig kannski þú getur sett þetta á það sem eru hægri sinnaðir til að byrja með en eða hægri liði setur þetta á vinstra með hvernig sem það er það fer þetta alltaf yfir á hina liðina en þannig að veist, ef enginn myndi stiða við þetta þá myndi þetta ekki fara í gang en þetta er núna að vera í almenningi upp á móti okkur öðrum og það er svona að læða þessu inn þar til að byrja með en þegar að boltinn er kominn, þá byrjar hann að rúlla og hvað er endan á þá? Þetta er ekkert í fyrsta sinni mannkynssögunni sem við sjáum þetta gerast. Þetta gerist alltaf. Þú veist, ríkisstjórnin kemur, byrjar að kúa það sem það eru og einhvern veginn verður það bara mainstream allstaðar og hvað gerist næst? Þá byrjar borgarstyrjaldir af því að almenningu fara endan nóg og hvað gerist þá? Þá byrjar hungur og hvað gerist þegar hungrið er komið? Þá byrjar styrjöld, stríð, stóru stríð. Þetta er sagan sem endur tekur sig aftur og aftur og aftur gegnum mannkynssöguna. Þetta er ekki flóknara þetta. Þetta er óhugnulegt að vera að sjá þetta svona gerast í beinni. Það er bara, og þetta er að gerast mjög hratt núna og því miður þá vill ég nú ekki vera svartsýnn en ég held að við séum að stefna hrattinni til því heimsstyrjöldina eins og og það er mjög óhugnulegt að sjá hvernig við Íslendingar erum að skipta okkur að öllu. Við erum eins og degraður úllingur sem eru að rífa kjafti foreldrarna sína og foreldrarna er alveg að fara nóg og þeir eru alveg að fara að slá hann utanundir og hann heldur eitthvað að frendi sinni sem kemur í næsta húsi hann kemur að hjálpa sér þegar foreldrarnir byrja að lemja sig. Nei, frendi gera það ekkert. Nema kannski að hann kemur í heimsókn eitthvað, tekur leikfangill og fótt að lána og hættu þessu, sér fer hann og foreldrarnir halda áfram að lemja úlinginn. Það er að fara að gerast fyrir Ísland í þessum málum, sko. Við erum með eitthvað svona mikilmennsku brjálæði. Við erum 400.000 manns og við erum að rífa kjaft. Við erum hverfi, ekki einu sinni það, einhverju stórþjóð. Og við erum að tala að setja viðskiptaþinganir og hitta þetta. Þú veist, Ísrael hlustar ekki á stórveldi. Þeir eru bara alltið kjafti og við Íslendingar ætlum að rífa kjafti að segja eitthvað og breyta einhverju með viðskiptabanni á Ísrael. Þeir eru ekki eftir að finna fyrir. Nei. Það er eina sem við gerum því miður er að, og ég veit að núna eða eru vissi típur að hlusta á okkur og það sem ég segja núna að bara hefur ekki hjarta fyrir Palestínumönnum er að vera brjálæðir. Auðvitað hefði það. Það eru börn að deyja þarna og þetta er hræðilegt. Það er bara, þetta er hryllilegt sem er að gerast. Og mér finnst sko, því miður höfum við tilhneigingu til að taka alltaf, við verðum alltaf að velja lið. Við verðum að setja okkur í eitthvað lið. Ég er hvorki Palestína í Ísrael, mér finnst báðar þess að, þú veist, ef við köllum þetta þjóðir, þú veist, að nú, ég ætla bara að rekna þess að það, en þetta eru tveir algjöru hálfvitar sem er að slást út á skólalóð. Óþroskaðir úlingar bara brjálaðir og eru að berja hvern annan allan daginn og maður horfir á að báða bara þeir eru báði fíbl ef annar úlingurinn er að vinna slagsmálun og er að berja hinn úlingin og ef það væri öfugt þá gæti alveg hinn úlingurinn vera að berja hinn skilur sem væri Palestína að
murka Ísrael og þá allir að skamma Palestínu núna. Þetta eru 2 algjöru hálfvitar að það var að setja það bara í sig eitthvað skammakrókin og bara skammist ykkur. Það er bara þannig. Þannig að ég skil ekki alveg af hverju við setjum það ekki bara upp þannig, sko. En þetta vonum maður að besta, sko, fyrir á. En ég datt aðeins út núna. Hvað eru búin að vera lengi? Bara 2 tíma og 20. Ef við fara að kalla þetta gott, kallið minn. Bara hvernig svo sem það er fínt. Þetta er búin að vera stórkostleg saga og bara stórkostleg saga sem hún sagði mér. Það er bara frábært hvað þú fórst ítalega og nánar út í hana en aðeins svona í restina þá langar mér að spyrja það, sko, með nú er ég mjög hlindur til dæmis einu og mér langar að fá þitt álit á því. Finnst þér hvort eigum við að löglega kannabis á Íslandi eða hafa ólulegt áfram? Hvað finnst þér það? Ég er búin að flakka fram og tilbaka með þetta. Ég var náttúrulega að framleiða kannabis í mörg ár og ég vil meina það að það ætti að löglega þetta. Ástæðan fyrir því er svo að þetta er eitthvað sem að fólk leitar í hvort sem okkur líkar betur við það eða ekki. Og í þeim ríkjum þar sem þetta hefur verið löglegt og hefur verið sem sagt sett mikið regluverk í kringum eins og til dæmis þegar þetta byrjaði í Bandaríkjunum þá var sem sagt ákveðin hagnaður af þessu eyrnamerktur fyrir heilbrigðis- og skólakerfið. Þar í þeim fylkjum skólakerfið og heilbrigðiskerfið einna best. Eins og til dæmis í Portúgal þar sem hefur verið að koma með sem sagt fyrir sprautufíklana, gefa þeim skammtana. Þar hefur minnkað notkunin, þar sem að þeir ná að vinna með hjúkrunarfræðing, koma sér jafnvel til vinnu og annað og geta gefið tilbaka til samfélagsins. Horfa tilbaka á samfélagið, þá held ég að þetta muni gera meira. Það er alltaf verið að tala um þessa sem sagt peningaþvætti og þetta. Það mun koma stórt skarð í það sem að mikill hluti af skipulegri glæpastarfsemi er fjármagnaður með kannabisræktunum. Þrátt fyrir að það eru löglegt, þá er það samt gert út af því að einhvers staðar annars staðar er þetta ekki löglegt. Þar sem þetta er löglegt síðan, þar framleiðir og svo flytjaði bara dótið þar sem þetta er ekki löglegt. Þannig að þetta þyrfti þá að vera löglegt allstaðar. Það er að gerast á mörgum stöðum í heiminum, eins og í Asíu, þar sem þeir eru búin að draga þetta tilbaka í Tælandi. Það hefur verið með góðum árangri. Þannig að það þyrfti að gera þetta ítarlega, það þyrfti að gera þetta í samráði við heilbrigðiskerfið, það þyrfti að gera þetta í samráði við AA-samtökin, það þyrfti að gera þetta í samráði við skólakerfið. Það þyrfti að vera í mínum huga ef þetta ætti að ganga vel og farsælan hátt, það þyrfti að vera ákveðin hagnaður af þessu eyrnamerktur í innviði sem er þá í heilbrigðiskerfinu og skólakerfinu. Þá held ég að myndi ganga mjög vel og á farsælan hátt en ef þetta ætti að vera bara það sem einhverju svona bónusfeðgar getu stofnað eitthvað og móka peningunum út og þá held ég að við myndum klúðra því eins og svo mörgu öðru sem Íslendingar klúðra, Ég samanlega þarna og það er þér hræðilegt að sjá það þetta var gott bónusfeðgar. Jóhannes bónus reynda var góð maður. Já, ég vil ekkit eitthvað sverta þá, þeir hafa gert alveg góða hluti líka en ég nefni þá til þeir eru viðskiptamenn og þú veist þeir hugsa hagnaðinn og þetta. Þetta þyrfti að vera einmitt á þessum, ég ætla ekki að segja kommunista grundvelli en þetta ætti ekki að vera
drifið á einhverjum peningum, sko, þú veist. Það þyrfti kannski Jóhannes í bónus til að selja þetta, það verið ódýrt gras á Íslandi. Hann var góður maður, við þurfum allavega eitt Jóhannes núna á matamarkaðinu á Íslandi alveg klálega, sko, með hvernig allt að fara ruglina. En þetta einmyndarlega, ég alveg sammálaður þarna, að sko, þetta svolítið bara svona, þetta sama sín og ég hef á þetta, eins og ég sé þetta, og veist, það gríðarlega auðvelt fyrir unga menn og unga konur í dag að redda sér grasi. Það út allt. Það til nóg að því og það alltaf til nóg að því. Það bara að fara á app í dag og þar séru myndir, þú bara scrollar á appinu, séru myndir af grasinu með þess að sem þetta sölu og það nóg af fólki sem að selja og þeir sem að selja, þeim alveg saman og þau eru teknir að því að það engin dómi fyrir að vera tekin einu sinni, veist, með eitthvað gras og ferðaldri inn, fara ykkur að smá sekt. Og ég ekki að íta undir það að við hækkum þá sekt. Það ekki gott að refsa fólki, veiku fólki. En sko, eyrnamerki hefur nú ekki verið almennilegt í samfélagi, hérna á íslensku samfélagi, þegar við eyrnamerkjum eitthvað til þess að við snjóflóðavarnir og svona, og hvað eru allir peningarnir allt í einu og enginn veit hvert að fara. En það þyrfti bókstaflega að eyrnamerkja þetta og þetta þyrfti að fara eins og segir í heilbrigðisgeirann og þá bæði það að það þurfti almenningur og bara allir að gera sér grein fyrir að grasala ekki að fara í burtu á Íslandi. Það bara þú ræktar þetta í heima á sig og þú getur keypt hennar búna allstaðar. Þetta mjög auðvelt að gera en það kannski þarf smá góða fingur til að gera almennileg gæði. En það komið nóg að þekkingu og nóg að reynsluboltum í dag, endalistæði. Og þetta skjótu gróði og þeir sem eru þarna í þessu við vita að það rosalega margir sem reykja og þú veist, því miður eru oft sett einhverju svona grasrónar í fjölmiðla og sem eiginlega bara svona væntanlega í einhverju öðrum efnum líka á kafi að þeir líta mjög ill út sko og þá horfum við fólk sem þessi eldra fólki á þetta sem kannski ekki af okkar kynslóð eða yngri sko, þetta kemur svolítið með kynslóðin okkar grasið og þeir sem eru eldri, þeir eru þetta bara helvitist dópistar en sjá þetta ekki og þar fólki sem reykir ekki en okkar kynslóð niður, það gríðarlega mikið af fólki sem reykir og ástæðan fyrir að væntanlega að gras ekki orðið löglegt á Íslandi að kynslóðin fyrir ofan okkur kynslóðin sem kýs. Þeir fara með rútur á elli heimilin og þetta og þeir fara með það á kosningastæði og þetta fólk hefur ekkert annað að gera en að kjósa og þetta svo mikið að atkvæðum að engin pólitíks vil taka þetta því að þá missir hann missir öll atkvæðin frá eldri stéttinni. Jú, það ekki til í því. Já, og þannig að væntanlega þá fer þetta ekki gegn á Íslandi fyrir en kynslóðin sem fyrir ofan okkur og ofan hana kannski horfin á braut og ég held að það sé alveg 20 ári í það kannski allavega það gaman að sjá ef það mikla hugabarasbreytingar og eitthvað pólitíkus myndi berjast fyrir því og myndi ná samina kynslóðin okkur og kynslóðin fyrir neðan sem kýsvalla og og hvað með boomer, hvað heitir að sé kynslóðin eða eitthvað seta Gen Z og sem valla kjósa, rífa kjátt á netinu en enna sín ekki kjósa en sko það að merkja peningana og ef maður færi í úrvinnslu þar sem verði búin til miklu betri meðferða úrræði ekki bara fyrir þá sem væri í grasi heldur alls konar vímuefnum þá erum við að tala kókaín og spýti og lækna dópi og hvað sem það ég held að myndi vera svo gott fyrir samfélagið það myndi snar skána því að vímuefnum ekki farið burtu á Íslandi eins og staðan í dag sérstaklega ekki gras það sem það eru rótgróið og jafnvel fleiri sem reykja gras heldur en að drekka að mörguleiti myndi ég að halda og það alltaf að tala svona niðurstöðu þetta kemur mér alltaf svo fyndið ungmenni eru múin að drekka mun minni heldur en áður fyrir kynslaðri en þá verður að taka með að það eru miklu meiri vímuefni heldur en bara að drikja í dag skilur þannig að þetta segja þegar þú spyrir drekku þú áfengi? Nei en spurðu fleiri spurningar, reykir þú gras eða eitthvað en sko notarðu vímugjafa? Það ætti að vera spurningin en það nefnilega málið sko að þetta ekki að fara í burtu og bara því fyrr sem allir átta sig á því og pólitíkusar átta sig á því
það sé hægt að taka þetta búa til gríðalegt fjármagn það sem þetta stórbæta meðfyrir úr það þá getur þetta hjálpa miklu fleirum ef við lögum þetta allavega mitt teika á þetta og ég held að þetta væri langt skynsamlegast fyrir okkur að gera í mjög nákvæmni framtíð til að finna fjármagn til aðstofa við fíkla því að nú eins og þú sagðir 8-9 mánuði bið eftir meðferð það er ekki nefn að furða að séu svona margir að deyja sko. Já, ég komst reyndar fyrr inn og ég vil meina að það hefur verið Guð sem hefur hjálpað mig við það en við getum líka alveg deilt það en svo einmitt þessi úrræði sko, öll þessi úrræði fyrir erfiðleika hjá fjölskyldum og börn með sérþjálfur sem eru með ADHD og með einhverfu eða eitthvað slíkt sko, alls konar svona mál ég var einmitt í jarðarför daginn og það var ungum maður sem stytti sér líf sem var á sama sko bjóða á sama stað og ég sem alveg skelfilegt og ég þekki aðeins til sko foreldra viðkomandi og þetta alveg skelfilegt að horfa á þetta ungum maður rétt yfir 20 bara takið sitt líf út af erfiðleikum með fíknisjúkdóminn og það ekki neinn úrræði fyrir viðkomandi sko það það sem skelfilegt sko það sem við getum gert svo miklu betur við erum bara svo vön að vera aftarlega á merinni vera að fara að gera sömu mistökin og aðrir öll áður en að við förum að gera einhverjar úrbætur og það veriðist vera í svo mörgu og við getum í raun og veru gert mikið betur eins og nefnir það eru fullt af fólki sem að reykja kannabis ég sá einhvern tímann að við vorum með 18,% þjóðarinnar hafi prófað kannabis þú veist að það inn í þessu eru þeir sem notaða staðaldri líka þannig að einhver sem hefur prófað einu sinni þetta er þessi viðurkenna fyrir ég grip fram fyrir já það getur ímyndað að hvað eru margir sem viðurkenna ekki já við erum með þeim hæðstu bara í Evrópu sko notkun á þjóðar vísu sko sem ég hef svo sem enga skoðun á því en það í öllu verið svo öfgakendi Íslendingur verið svo öfgakendi í öllu sko við erum hæðst í lyfjum og þú veist við erum hæðst í þessu Sykurneyslu, já, horfa á skjái, þú veist, það er alveg saman hvað að drepa niður, sko. Tölvuleika notkun, online. Það er bara... Það var saman hvað það er. Við erum bara svo rosalega íkt. Það virðist vera saman hvað dreipið niður, að þar eru við með öllum fórustu sögðunum þegar það kemur að, sko, einhverju sem á að vera svona... Þú átt að reyna að hófstilla, þú veist, eins og þeir sem að þykjast geta reykt kannabis einu sinni í mánuði eða eitthvað sko, þú veist, þeir eru örugglega einhverjir og einhverjir sem eru fungerandi, ég veit reyndar einhverjar sem eru nokkra sem eru, þú veist, við reykja þetta staðaldri en eru í góðri vinnu og allt þetta. Það ekki endurlist það? Já, það er alveg, en þá snýr maður alltaf við peningnum og segir, sko, sá sem fær sér bjór þegar hann kemur heim, sko, og er vel rakur þegar hann fer að sofa og mæti sér í vinnuna. Jú, hann er alkoholisti líklega, hann er með annað kannski alkoholist munstur heldur en kannski flestir. Þú veist, en ef við þá banna áfengið, þú veist, það er klárlega skaðlegt, það vita það allir, það þarf ekki að debata það. Já. Þú veist, ef að banna eitt sem er vont og annað sem er vont líka, við leyfum það. Þú veist, sígarettur, það drepur alveg eitthvað x-mark, það drepur 1,3 eða eitthvað svoleiðis á Íslandi á dag, sígarettur. Við minnum að það er sko, það er rúmlega 1 á dag, sko, sem það drepur, sko. Þannig að það er bara svona, þú veist, ef við þá banna sígarettur, eða þú veist, út í það klálega drepur, skilur, þú veist, þannig að þá kemur alltaf ein setning úr sögunni, við erum alltaf í sögum, að þeir sem að vilja fórna frelsi fyrir öryggi munu hvorugt öðlast og eiga hvorugt skilið. Benjamin Franklin, hann er framan á $100 á seðlinum, hann sagði þetta. Alveg rétt. Sko, já, þetta er líka, já, það er alveg skemmtilegt það sem hann sagði þarna. En þetta er líka bara þegar eitthvað er komið til að vera og við erum ekki að fara að stoppa það,
hvernig getum við það bara nýta til hins góðs og þarna kem ég eins og ég var að benda á áðan sko, á getum við haft gríðalegt fjármagn að þessu sem við getum nýtt inn í heilbrigðisgeirann sem geti endanum hjálpað miklu fleirum þannig að þetta er líka að skoða þetta svolítið þannig og síðan auðvitað, ég held að fólk sé nú aðeins búið að vakna með það sko, að ef þú kemur á hverju kvöldi eins og sagðir eftir vinnu sem margir gera og fá sér bjór að 2-3 jafnvel, ef þú farir hálfa jónu, þá er jónan miklu, þar meðal ef það er ekki tóbak í henni, en þá er jónan miklu hollari fyrir þig heldur en okkur tíma bjórin er mun skaðlegri og nú eru allar rannsóknir búin að sýna þetta þannig að við getum alveg fyrir að ef við ætlum að debata það sko, að því að það eru svo margir sem segja að þetta sé skaðlegt og sem kemur þetta þessi klassíski vinkill á þetta að þetta sé gateway drug yfir í sterkari efni. Nei, það er áfengið. Allir sem eru á djamminu, þeir byrja að fá sér í nefið til að halda sér vakandi og drekka meira. Það er gateway drugið, en ég skil ekki okkur cannabis og kentu það. Það ekki endalist, sko. Þetta er eiginlega mitt uppáhalds fólk, sko, sem er í neyslu. Það eru cannabis neytendur. Þeir eru svo tilæðir að því. Og þeir eru oftast ekkert að nenninu vesinu eins og fara inn í bæ og fara og brjála fyllir í partí. Ég vilja að flestir bara slaka og horfa á góða myndi eða spila tölvuleiki eða bara vera í einhverju fámennum hóp bara og hafa gott þannig og ekkert svona vesen. Þannig að þetta er mjög afslappandi gaurar sko. Mér langar henda inn í hérna svona klein og það er gateway drug sem er mjög svona skemmtilegt. Já. Ég myndi segja cannabis væri mjög líklega gateway drug en ekki út af cannabis heldur út af cannabis er ólöglegt sem sagt að þá kemur til að kynna til sala sem mögulega selja meira en bara cannabis þannig að þann hátt ef cannabis væri löglegt og væri í verslunum eins og bara ATFR eða eitthvað svoleiðis þá var ekki gateway drug því að þá ert ekki kynnast öðru fólki sem mögulega selur önnur efni eins og e-töflur eða heroín eða hvað sem kók eða allt annað ég er ekki að tala Coca-Cola en það er gateway drug út af ólöglegt en það er ekki gateway drug út af áhrifum. Þetta er mjög góða punktur bara, hei Davíð, hérna er ég með grömmir, ég er með kókain líka, ég tjekka, koma hérna, tjekka það hvað þetta er svolítið svoleið, sko, ég er búin að sjá fullt af rannsóknum sem sýna fram á þetta að sem sagt áfengi er mjög mikið gateway drug, ég er búin að sjá margar rannsóknum sem sýna fram á það, ég er búin að heyra þetta frá ráðgjöfum, frá SAA sem eru sprenglærðir og vita hvað þeir eru að tala og sjá þróunina og gera líkön sem að þeir geta kortlagt með eingöngu neyslu hérna á Íslandi og styðja sig við annað eins út í heimi sem að styðja þessar rannsóknir þannig að þetta er í raun og veru eiginlega ekki sko hérna eitthvað svona sem það er ætti að vera eitthvað karpa að rífast þegar það er búið að rannsaka þetta og sína fram á þetta það er búið að gera það með meðferðarúrræðum og sjá tengingun á milli hvenær fólk byrjaði hvað það litist út í hverju það byrjaði á og þar fram eftir götunum þannig að þú veist, sú umræða finnst mér í raun og veru vera þannig sé búin út af því að það er bara svo margt sem að sýni fram á þetta þú veist, það þarf ekki að elta skottið sér lengur í þessari umræðu út af því að þeir sem hafa bragðað áfengi vita það að þú verður kærulausari þú hefur minni stjórn á því hvað þú gerir það má sýna það fram á til dæmis það borgar sér ekki að keyra þú veist þú ert líklegri til þess að lenda í slagsmálum þú ert líklegri til þess að gera brjóta og eyðileggja eigur þínar og annara það eru ekki sömu líkurnar á þessu með kannabisnótkun, ekki það að ég sé að verja eitthvað kannabis eða tala áfengi niður, ég er ekki að því ég nota hvorugt þannig að ef fólk er að tala upp annað og tala hitt niður, þú veist leyfa eitt og banna annað, þú veist mér finnst það vera það sem er að þú veist, ef þú ætlar að vera að banna eitthvað, þá þarf það að vera með bara skýra ástæðu fyrir því þú ert að banna þetta út af því að og svo kemur bara listinn ok, þá erum við með eitthvað annað sem fyllir það út í þetta eða er það skaðalegra jafnvel eða minna skaðalegra þannig ættum við að taka ákvörðunina út frá því hvað við leyfum og leyfum ekki
ekki út frá því bara út af því að samfélagið er svona. Nei, sko, með kannabis, það var margir rangmyndir með kannabisefni, það er eins og, ég veist, við vitum hvernig áhrif það hefur og síðan eins og ég segi eldri kynslóðin fyrir ofan okkur, fyrir þeim, þá var kannabis eiginlega bara tala það, ef þú myndir nota kannabis, það væri bara eins og nota bara eitthvað amfetamin, kókain og stera á sama tíma, þú varst bara vængjöin og árásagjarn og bara byrjaði bara að drepa fólk eins og gaurinn hérna með hakakrossin Charles Manson. Já, fyrir ekki, þetta var alveg stóluður mér það var að völdum kannabis og LSD til dæmis þá gerður það, þannig að eldri kynslóð núna er alin upp með rosalega ránkumundur með kannabisefnin sko og síðan kemur alltaf inn á þetta að farir í geðrof auðvitað, ef það eru einhver vímuefni og þú ert veikur á geði þá skiptir ekki máli hvað það er, áfengi getur fokkað þér upp og settið miklu meira að var kallað, finnst hvernig geðrof tremmi er allt í orðinu geðrof, það voru allir í tremma í gamla dag, það var þetta kallaði tremmi þegar þú fórst í bókstaflegt geðrof sko og vanlega af áfengi já, það var áfengi sko, það var kallað tremma en það er basically bara geðrof og það er mjög nöðvöld að fara í það þá stemningu af áfengi ef þú drekkur í 10 daga þá ertu bara orðin fokkt ef þú reykir í 10 daga þú tónar svolítið latur þreytt erfiðar að vakna þannig að þetta er svolítið mikil miðskilningur hjá eldra fólkinu fyrir ofan okkur en hræðslu og áráðurinn var gríðalögur í gamla daga með þetta þess vegna er ég að segja að mér er erfitt að skipta skoðun en svona í lokin, alveg í lokin hvað er framöndanum? Já þér hvað er stefnan í lífinu? Stefnan í lífinu hjá mér, ég held hún sé björt, ég vil minna það, ég er í Grettistaki, ég er búinn að endurforrita mig alveg, ég blót ekki, ég reyna að koma vel fram með alla, ég reyna að vera skýr í mínu máli og segja satt og rétt frá alltaf. Ég fer á aðfundi alla daga, ég fer á samkomur, ég er tæknimaður á samkomum, ég reynir bara að hjálpa fólki og ég er að svona leggja drög að því að sem sagt, bara lagfæra þann skaða sem ég hef gert með mínum alkoholisma. Það er svona svolítið að maður er að kenna eða fólk ofta að kenna bara alkoholismanum þetta sem að fer inn í samtökin sko. En þetta er hluti af þessu er náttúrulega ef maður ætlar að vinna þetta rétt eins og ég er að vinna AA-spórin sem er mjög mikilvægt og gera það eðalega og gera upp fortíðina og gera það sem að breyta rétt og bæta fyrir brot sín og það er bara mín stefna og ég veit að góðir hluti koma til mín þegar ég geri það og ég stefni bara á að halda því áfram og ég hugsa bara þetta einn dag einu, ég er í fullkominni núvindund ég er ekki með kvíða fyrir því sem er að gerast eða eftirsjá við því sem hefur gerst ég get verið að hugsa bara eingöngu það sem ég er að gera í dag og bið síðan fyrir því þegar ég fer að sofa kvöldin og þakka fyrir daginn og svo bið ég fyrir deginum þegar ég vakna. Það er sannlegt, ég óskaði bara allra hins besta í þessu og Takk. Það væri bara gaman í framtíðin að fá það aftur hérna og sjá að fylgjast með þér og bara hvernig gengur og ég ætla bara að þakka kærlega fyrir að koma og segja söguna hérna og magna hlusta á þig og magna að heyra þetta og þú sagði líka svo vel frá henni Takk. Og svona til að hafa á rekord þá gerur þau grein fyrir að fólk geti séð þennan þátt sem við setjum út og þú ert alveg tilbúin í það ef þú færi eitthvað baklas Þetta er mér finnst það hugrekki að stíga svona fram og aðdáunarvert og þetta ég ætla að vona að virkilega að eins og ég sagði nú við þig með þetta podcast, einu tilgangurinn eiginlega í þessu podcasti, ég sagði þetta nú bara þú að rétt ára við fórum að taka upp að ef einhver sér þennan þátt til dæmis bara ef einhver sér eitthvað hjá mér og það getur hjálpað einhverjum þá er þetta podcast að gera sig, það þarf ekki nema bara eina persóna eða eitthvað en ég ætla virkilega að vona að einhver horfi á hann þátt sjáu þið síðan kannski samtökunum og átta sig á því, ég get nálgast þennan mann, tala við hann er mér hjartað á réttu stað, ég er leitaði við það sem hann sagði og ég ætla
ætla að gera það, það er dásanlegt, það er bara yndislegt, þannig að ég hef ekki verið að setja, ég byrjaði aðeins að setja eitthvað smá á netið þegar ég væri með podcast, en ég ætla að auðlýsa þennan þá, ég ætla að henda þess út þá, af því að mér finnst þetta eiginlega rosalega saga og þetta er svona áhrifarík saga sem getur hjálpað mörgum. Takk hérlega fyrir komuna, elsku vinur, og bara gangi þessum allar best maður. Takk fyrir, Drottinn blessi.